Það komið þið sæl, það komið sunnudagur og þá koma sýnir Egils. Hér á eftir koma til okkar 3 konur, það Theodóra Þorsteinsdóttir sem bæjarfulltrúi í Kópavogi og fyrrverandi alþingismaður, Líf Magnúsdóttir sem formað borgarráðs og svo okkar, Sanna Magdalena Mörtudóttir forseti borgarstjórnar. En við byrjum hérna í Kallaklefanum. Það Helgi Seljan blaðamaður, Guðmundur Andri Tórsson rithöfundur og Ásgeir Brynjar Torfason ritstjóri. Verið allir velkomnir. Takk. Þegar við keyrðum hingað í morgun bræðurnir og þá var ég að tala þetta nýja í heimsmeðalónum. Það að því að nú eru Bandaríkjamenn sem sagt gerðu árás á Íran og ég vil meina að þetta sé einhvern veginn að myndin ýkist alltaf. Það ekki? Þetta ekki, eða við bara að því að það Vesturlönd tengjast þessu, tökur og betur eftir heldur en öðrum svona átöku sem hafa verið í heiminum? Nei, ég held að þetta sé alveg rétt. Þetta alveg ótrúlega atburðar og svo fylgjast með því að þetta svolítið eins og svona, það eitthvað svona wag the dog feelingur að þessu. Ísraelsmenn einhvern veginn ná að skottið að sveifla hundinum og hann og það alveg sama hvert maður leitar eftir upplýsingum. Ég meina það liggur alveg fyrir að það ekki verið að smíða kjarnorkuvopn í Íran núna. Það getur vel verið að þeir geti það, þeir hafi getuna til þess, en þá líka spurningin það nú ekki eins og það eru fyrstu kjarnorkuvopnin sem eru byggð og maður líka velti fyrir sér ef maður væri Khomeini, sem maður ekki, væri eitthvað óeðlilegt við það að maður myndi hugsa til þess að styrkja vopnasafnið sitt þegar svona en það sem náttúrulega aðalmálið í þessu að maður hefur á tilfinninguna Ísraelar og Netanyahu sem náttúrulega nótabene í 30 ár búin að vera að klifa á því að núna sé alveg að koma því að Íranir sé að búa sér til kjarnorkuvopn. Það eru fyrstu svona yfirlýsingarnar hans eru frá 96. Já, þannig að það ekkert í raun og veru stórkostlegt sem hefur breyst annað en það að Ísraelum tókst að láta Bandaríkjamenn eða Trump kljúfa sig út úr þessum samningi þarna 2018 sem hafði bara reynst mjög vel og þá náttúrulega eðlilega eru bara allir hanskar af hjá Írönum varðandi að halda áfram að undirbúa og vinna með þessa kjarnorku af því að það ekki það eitt að vera vinna koma upp kjarnorku og auðga úran þegar það orðið svona mikið þá er kannski eitthvað sem bendir til þess að það sé ekki bara verið að gera það til húshitunar en það breytir því ekki að það liggur ekkert fyrir það að það sé þessi bráða hætta og ég held að þetta sé fyrst og fremst þannig að Ísraelar eru búin að prjóna yfir sig og hafa fengið að prjóna yfir sig núna. Þeir eru búin að komast upp með að fjöldamorð, þjóðarmorð á tugum þúsunda og þá einhvern veginn ákveður bara sæta færis og hjóla í þetta og fá þennan brjálæðing með sér. En það var sem ég var að hugsa í morgun, ég var ekki að fylgjast með þessi nótt, svo sá ég í morgun að það alveg dæmigert, alltaf þarf tjallinn að vera mesta fíblið af öll. Kemur Keir Starmer núna í morgun og þeir lóðbeint inn á þessa línu. Þeir eru alveg það glataðasta þessi þjóð. Þetta er alveg rétt hjá þér þetta eru hagsmunir Netanyahus að halda stríði áfram. Það eru bara hagsmunir hans vegna þess að hann á yfir höfði sér lögsókn og þetta eru persónulegir hagsmunir Netanyahus sem eru að hleypa heiminum í bál og brand. Það er að segja að persónulegir hagsmunir Netanyahus ráða stefnu og gerðum Ísraels sem svo aftur ræður stefnu og gerðum Bandaríkjanna. Þetta sem sagt Trump tók upp þetta slagorð frá því snemma á 20. öldinni America First. Jú, kannski America First en samt Ísrael aðeins á undan. Það er ekki Amerika, það er Make Israel Great Again meira, sem virðist vera stefnan. Þetta er mjög hættulegt og við vitum ekki hvað kemur út úr þessu. Þetta hleypur öllu í óvissu og
og heimskipanin eins og við höfum þekkt hana virðist endanlega vera einhvern veginn horfin fyrir róða og það eru upplausnar ástand sem að tekur við. Það er sem sagt allir alþjóðasamningar eru brotnir. Það er ekki farið eftir alþjóðalögum að neinu leyti og það er ekkert hirt Sameinuðu þjóðirnar eða aðrar alþjóðastofnanir. Það er ekkert gert með þau bandalög sem að Bandaríkin hafa verið í svona hefðbundi, þar að segja þessi alþjóðlega skipan sem að hefur ríkt frá því lok seinni heimsstyrjaldar. Hún er núna í upplausn og við vitum ekki hvað tekur við, en við höfum í Bandaríkjunum forseta sem að er til allsvís og lætur stjórnast af því hvað virkar í næsta raunveruleika þætti sem hann þarf alltaf að stekka það og stekka sem að gerist í raunveruleika þættinum hans og verða meira og meira spektakl. Við erum með varaforseta J.D. Vance sem að lét hafa eftir sig fyrir stuttu síðan. Trump er að hugsa hvað hann ætla að gera, hann er að hugsa sig og við bíðum bara átekta eftir hvaða ákvörðun Trump tekur. Trump er vanur að taka réttar ákvarðanir, hann hefur slíka yfirburða dómgreind að hann mun taka hérna rétta ákvörðun. Þetta er sem sagt svona er farið að því að taka ákvarðanir núna sem að varða á okkur öll. Og bara úr miðlunum sem ég les, Financial Times og svona, þar eru menn eða blaðamenn að reyna að finna út, þú veist, hvað er Pentagon búið að vera að gera og pæla. Þú veist, að því eins og Helgi bendi á, þú veist, það var engin ógn fyrir lengi, það hefði ekkert breyst. Þannig að það er svona samdóma álit úr þeim alþjóðamiðlum sem ég les að þetta sé bara hann að taka ákvörðunina og það er notabenni verið að nota þessa risasprengju sem ég man nú ekki hvað heitir en las allt og mikið í Financial Times í morgun. Bylgjabrjótur. Já, að hún er svo stærsta, hefur aldrei verið notað áður í stríði. Hún er einhverjir 6 metrar á lengd með 12 tonnum af sprengiefni inn í einhverjum svona mjög hertu búri, þannig að sprengjan sjálf kemst 30 metra onni í bergið áður en hún springur. Þetta er svona eins og gaurar á upphækkuðum jeppum á Íslandi eitthvað búinir að setja stærra drif eða eitthvað millikast og nú er verið að prófa það og sem sagt þessar þotur, þeir eiga 40 svona þotur sem geta borið 2 svona sprengjur. Nei, þeir eiga 20 svona þotur sem geta borið 2 svona sprengjur hver. Þeir eiga bara 38 svona sprengjur og þarna er verið að prófa þetta á þessu fjalli sem er með þessa rannsóknastöð inni og við vitum ekkert. Það er samdóma álit úr alþjóðlegum miðlum. Við vitum ekkert hvernig tókst. Trump segir jú, þetta var frábært og æðislegt. En hann lýgur alltaf. Já, en svo er hann líka farin að segja að það þurfi líklegast meira. Já. Þannig að þetta er nú ekki alveg gengið. Og síðan Íran er land með 92 milljónir manna. Ég kannast nú að þekki, þú veist, 1 rithöfund, 1 listamann og 2 úr náminu mínu. Bara fór í fjallgöngu með skáldi sem kom hérna á bókmenntahátíð, þú veist, og ef maður skoðar bara þetta land sem, þetta er stærri en nokkurt Evrópuland. Það flakkar siðmenningarinnar. Menntunarstigan er mjög hátt, þeir eru með læsi upp á 96,1% á drengjum og stúlkum. Það var munurinn á drengjum og stúlkum var á fyrsta eða öðrum aukastafi prósenti. Og atvinnum þátt okkar kvenna reynda mjög mikil. Já, og við okkur tekst varla að hafa drengi læsa upp í 2/3 eða eitthvað, en samt eru við með eitthvað viðhorf á þessa þjóð eða svona þjóðir eða eitthvað. Þú veist, þetta er rosalegt að vera byrjaður í stríði frá Bandaríkjanna hendi að sprengja þarna inn og mér fannst eiginlega Eiríkur Örn, svo ég vitna aftur í skáldin, kjarnaði þetta í morgun að þú veist, hann sagði hve mikið magn af styrjöld er eiginlega í einni heimstyrjöld, Akkurat. Þar maður einhvern sérstaklega mælitæki. Þetta er svona svipað eins og menn voru að rífast þjóðarmorðin og þú veist, hvenær verður fjöldamorð, þjóðarmorð og hvað er þetta að drepa marga, þú veist, sem eru, þú veist, skildir, þú veist, til þess að þetta verður allt svona eitthvað svona skilgreininga
atriði eitthvað og við höfum eitt rosa miklum tíma í þetta til þess gagnvart Palestínu en það er líka svo ótrúlegt við þetta bara að ég meina það er ekkert einhverjir 2 mannsaldrar síðan að við stóðum í svipuðum sporum þar sem við ákváðum einhvern veginn að leyfa Bandaríkjamönnum að skilgreina sannleikann um það hvort það væri verið að vinna eða stokka upp einhverjum kjarnorkuvopnum í Írak. Við erum aftur komin í þetta og aftur eigum við að trúa þeim og ég held ég myndi aldrei segja þetta en af tvennu illu þá myndi ég frekar trúa Bush heldur en Trump þó að þú veist það var allavega hægt að láta hann plata sig við létum, stór hluti af heiminum réttar að lét gera það en síðan einhvern veginn gleymum við alltaf sko, ég meina hvað eru þú veist 10 ár síðan að Madeleine Albright bað Írani afsökunar á því einhvern veginn þeim hörmungum sem að Bandaríkjamenn og CIA kallaði yfir Íran þegar þeir tóku og steyptu lýðræðislega kjörnum forseta á stóliðar Mossadegh sem aftur var til þess að það var upplausn og landið lenti í höndunum á talibönum þess land skilur. Þannig að hversu oft ætlum við að stíga eina drullupoll sko. Og sko samlíkingin eiginlega Kúbudeilan þegar Kennedy var forseti sko, og þá var hann með intel, upplýsingar frá leyniþjónustunum hve mikið örugt væri að þeim myndi takast að taka út alla ógnina og þeir voru að byrja þetta saman í Financial Times í morgun að sko bandaríski herinn var núna bara örugur að ná 85% af þessum kjarnorkustöðum eða því og sem það var verið að undirbúa að senda inn þar með til að ná þessum 15% sem eftir hermönnum inn á þegar það eru herskip komin hann allt í kring þú veist þannig að þetta en sko Kennedy í sömu stöðu með Kúbudeiluna að því að þá var held ég að þeir myndu ná 80% í fyrstu flugárás eða þetta er svona strategía sem að verkfræðingar hersins er að reikna út alveg en þá tekur hann ekki á þetta þú veist og nær sambandi við Khrushchev og margir myndu deyja og mikil áhætta að gangi ekki upp sko. Jafnvel þó að við fjallumst á þá forsendu sem að er hæpinn að það stafi þessi reginógn af Íran þá verður þetta ekki til þess að draga úr þeirri ógn heldur þvert á móti magnana upp vegna þess að nú hafa Íranir fengið eins og Helgi sagði aðeins fengið ástæðu til þess að vera virkilega á varbelgi og það sem eitt af því sem að brýtur alþjóðalög í þessu núna er hjá Ísraelum fyrst og svo hjá Bandaríkjamönnum það er að vera með svona árás sem er preemptive eins og það er kallað þess að fyrirbyggjandi árás án þess að sýna fram á að það sé einhver yfirvofandi ógn sem ekki hefur verið sýnt fram á en núna fá þess að ástæðu til þess að virkilega að hervæðast og grípa til ansvara. Það skrýtna í þessu líka sko. Nú er þetta löglegt. Þú veist, það var ótrúlega fyndið að hlusta það því það gilda náttúrulega einhver lög sem auðvitað er farið eftir þetta dúkadisk en það var verið að klifa svolítið á því í fjölmiðlum þetta fyrst í gærkvöldi að nú væru Íranir í rétti til þess að taka upp, þú veist, taka fullan þátt í. Þess að alþjóðalög hafa verið tekin úr sambandi við sko að þú varst að tala um Írak áðan og þetta feigðarflan þar en þar var samt sem áður lögð megin áhersla á að fá samþykki Bandaríkjaþings, samþykki hinna ýmsu þjóðþinga og sem flestar viljugar þjóðir eins og það kallað með í för. Nú er ekkert hirt slíkt. Nú er það bara réttur hins sterka. En það er mjög ekki samt gleyma sko stjórnarfarið í Íran er náttúrulega ömurlegt sko. Já, ég meina það er ömurlegt svo víða. Já, það er alveg sérstaklega það er ekkert beysið í Bandaríkjunum. Nei, það er alveg sérstaklega sko meðferð á konum í Íran það er sérstaklega þetta er brot á alþjóðalögum. Það er ekki heimild eins lands til þess að bombardera bara inn í eitthvað annan landa því en ég skil alveg hvað það fara en auðvitað við getum alltaf en vandamálið sko við höfum líka reynsluna því að vera með ömurlegt stjórnarfar og ætla að græja það svona hvað tók það korter í Afganistan að
koma okkur í nákvæmlega sömu stöðu? Við getum bara sagt Líbía, Sýrland, Írak, Afganistan. Já. Þetta bara... Það sem að sko Trump vann ekki síst út af á sínum tíma var að margir héldu að hann væri svona, hefði dálítið svona aðferð kattarins. Kettir, eins og við vitum, höfum fylgst með köttum þegar þeir eru... Nei, nú skal ég útskýra að sko þeir setja upp krippu og þeir kvæsa og þeir sýna alls konar ógnandi hegðun, en allt þetta til þess að forðast átök. Þeir sem sagt eru með mjög ógnandi fast til þess að koma í veg fyrir átök. Allt þeirra framferði gengur út á að koma í veg fyrir sjálfa átökin sko. Og við heldum einhvern veginn að mörg, ég til dæmis held að Trump væri dálítið þannig sko. Hann talaði svona difubarkalega og léti svona eins og hann lætur til þess að fæla Má ekki segja að það hafi verið þannig á fyrra kjörtímabilinu? Ég lofaði því náttúrulega líka fyrir þessar kosningar að hann væri ekki að fara að draga Bandaríkjamenn í eitthvað stríð. Já, allt þetta America First og það alls saman sko. Hans kjósendabasi er að klofna núna í þessu máli. Það er mikið deilt innan svona magarhreyfingarinnar. Hann er að fara sömu línu og Bush og svona en hann vil sko ég hefði sagt Trump einhvern sko hann vil vera í hverju brúðkaupi vill hann vera brúðurinn og í hverju jarðarför vill hann vera líkið. Það er frábært. Hann vil vera aðal og hann vil bæði vera sko aðal friðarforsetinn og aðal stríðsforsetinn. Þetta snúist líka ef maður er að reyna að sálgreina þennan furðulega mann sko að þetta snúist græjurnar og dótið. Og fyrsta þegar hann tók við var að fá þannig gefins nýja Air Force One herþotu frá sátunum. Henni var flogið til að sýna honum hann í Flórida og varnarmálanandi vandræði með hvort hún sé nógu annars vegar skoteld og hvort hún sé með einhverjum hlerunarbúnaði en hann er bara þarna sko og svo núna náttúrulega verða viðbröðin þau. Bandaríkin eru með ég vissi þetta ekki en þegar maður fer að lesa Financial Times úttektir á svona mótni eftir svona gærkvölda þá þeir eru með herstöðvar þarna í Jórdaníu, í Sádi-Arabíu, í Katar, út allt þarna eru bandarískar herstöðvar sem eru skotmörkin fyrir mótaðgerð landsins sem verður fyrir innrás og skot. Íranir eru náttúrulega umkringdir og hafa verið. Og en það er líka svo athyglisvert eins og með þetta með það hvernig er verið að setja þetta fram núna að sko það er engin þrátt fyrir auðvitað það sé eins og þú segir ekki ásættanlegt stjórnarfar eða ástand mannréttindamála eða hvað það er í Íran að þá er engin augljós kostur til þess að að koma að því þú hlýtur að þurfa að gera þetta þannig að þú ætlar að steypa einhverju svona stjórn að þá þarf að vera tilbúin með eitthvað annað því ekki situr aftur bara einhvern siðblindan herfóringja eða kóng eins og þeir gerðu síðast, það gekk ekki þannig að það er líka þetta sko en þetta náttúrulega mál snýstu þetta stóru leiti til það að við erum með þetta ísraelska lobby bæði í Bretlandi og í Bandaríkjunum er náttúrulega að draga Bandaríkjamenn inn í þetta jafnvel þarna þvert á loforð bæði Trumps og annarra talsmanna repúblikana sem sýnir okkur náttúrulega að það gilda einhver allt önnur lögmál samskipti Ísraela og stjórnvalda á Vesturlöndum heldur en gilda annars staðar. Ég meina, menn hafa verið dæmdir í fangelsi í Bandaríkjunum fyrir að gera ekki grein fyrir því að þeir væru í raun orðnir fulltrúar erlends ríkis í einhverju lobbyisma. Í Bandaríkjunum er það bara sjálfsagt mál og ég meina, menn eru kosnir í öldungadeildina á þeirri forsendu að þeir segjast ætla að verða bestu talsmenn Ísraela í bandarískum stjórnmálum. Já, og hagsmunir Netanyahus eru teknir fram með þjóðarhagsmuni. Já. Og heimurinn er skemmtilegt að horfa á, það er nú hægt að finna á YouTube, þar sem Tucker Carlson er að tala við Ted Cruz sem að fjallar þetta. En er áhugavert samtala og margamáta vegna þess að þarna náttúrulega fær maður innsýn inn í þann hóp sem er að taka ákvarðanir í Bandaríkjunum sem er ekki, fyllir mann ekki bjartsýni. En svo er það líka þessi klofningurinn í maka sem kemur þar fram
Og svo þetta sem Helgi er að benda á, að það stórir hópar af þingmönnum í Bandaríkjaþingi sem eru að vinna fyrir erlend stórveldi og fá til þess borgaða peningar að fá IPAC. Já, það sem eiginlega markmið þeirra að sko gæta hagsmuna Ísraelsríkis. Ég bara skora á fólk, sko, það eru 2 heimildamindir inn á, það eru aðgengilegar á YouTube núna sem Al Jazeera gerði fyrir nokkrum mánuðum síðan og þá var nú Íslands vinur okkar, samstarfsaðil okkar í þessum umfjöllunum Samherja í Namibíu og allt þetta sem vann það. Það voru annars vegar sko breska lobbyið í Bretlandi, Ísraels lobbyið í Bretlandi og Ísraels lobbyið í Bandaríkjunum. Sko, það var margra ára að vinna en það endaði mér sér þannig að það varð ekki, annar þátturinn var aldrei sýndur, hún var eins og rentin á YouTube en hann var ekki sýndur vegna þess að það var bara svo mikið þrýstingur að meiri segja Al Jazeera lét undan. Þar þessu lýst ágætlega og þar sko, þetta er einhver svakalegasti iðnaður sem til og ég meina allstaðar, þú veist, gafast öllum öðrum þjóðum þá væri þetta náttúrulega bara, þú veist, njóstnir, menn bara stappaði nær í landráði og hvað menn vilja kalla þetta allt saman. En þarna þetta norm. Bara, þú veist, í viðbót við áræðanleg stjórnvöld, að því ég var að hlusta á, sko, þetta ekki mín skoðun, þetta bara samtal milli Paul Krugman og Martin Wolf, svona íhaldsamur efnahagsgreinandi Financial Times og fyrir Nobelshafi í hagfræði að ræða fyrir í vikunni, bara áður en þetta gerir samt, að tala það að það sé orðið rosalegt ástand í heimshagkerfinu þegar að Bandaríkin eru ekki lengur reliable stjórnvöld varðandi bara viðskiptasamninga heldur séu Kínverjanir með alla þá galla sem á stjórnarfæri þar en maður að einhvern veginn að flokka hvaða lönd séu ekki með nú gott stjórnarfæri að Kínverjar eru orðin miklu öruggari bandamaður í heimshagkerfinu og hægt að vita hvað þeir gerir varðandi samninga og svona að hafa sko hag heimshagkerfisins einhvern veginn með í spilinu en ekki bara græjurnar eða einkahag eða einhverja lobbyista að þetta eru þeir að tala núna fyrir í vikunni sko að því að Bandaríkin sé ekki áræðanlegur mótaðil í heimsviðskiptunum og afleiðingin síðan af þessu viðburðum í gærkvöldi og sprengingunum bara, þú veist, heimsmarkaðsverð og olíu fyrir $100, þú veist, það verður stöðvar þannig að siglingaleiðirnar þú veist, húsnæðislán á Íslandi fara að hækka að því að olíu var að hækka. Trump að hann segist vera í samningaviðræðum við Íran á sama tíma en að drepa mennina sem eru við samningaborðið og að bombarta landið. Þetta náttúrulega svo yfirgengilegt að þetta náttúrulega land sem þeir stóðu Bandaríkjamenn í því 8 ár að fjármagna og styðja stríð Írak gegn Íran sem kostaði ekki eitthvað, það bara 1 milljón manns eða vel rúmlega 1 milljón manns. Það komur náttúrulega einu gereyðingavopnin sem fundust í Írak sem að Íslendingarnir fundu sinnepsgasið Bandaríkjanna. En varðandi þetta, það var eitt, sko, við veitum ekki hvað Íran ætlað með kjarnorku prógrami sínu. Ég held sér alveg hvert þeir ætla með það núna. Tulsi Gabbard hefur til þess meðal sagt að hún talar gegn Trump og segir þetta sé ekki á leiðinni. Já, og svo dróðum það tilbaka, þetta verið allt saman plan. En ég finna við vitum það ekki. Við vitum allavega að það ekki hægt að treysta Netanyahu því að hann hefur sagt sko rangt til í 30 ár þetta. Þannig að það var alveg mjög heimskulegt fyrir okkur að trúa honum beint. Það hafa verið samningar sem að Alþjóða kjarnorkumálastofnunin hefur verið með eftirlitanda. Hún hefur ekki verið að hvetja til sko viðskiptabann sem að Bandaríkin hafa sett fyrst og fremst í pólitískum tilgangi. Þetta snýst ekkert kjarnorkuvopn. Árásir Ísraelsmanna núna ekkert til að stoppa þróun kjarnorkuvopna vegna eins og hefur verið bent á og verður bent á orðlega. Það myndi bara flýta fyrir því. Því að það eiginlega eina leiðin fyrir Íran til þess að hafa eitthvað öryggi að koma sér kjarnorkuvopnum sem allra fyrst. Því að það ekki hægt að búa við þetta. Þannig að þetta snýst ekki það. Þetta snýst það að reyna að fella stjórnvöld. Og þá er spurningin hversu gáfulegt það. Munu Ísraelsmenn á að vekja upp einhverju bylgju innan Íran sem að varpi af sér klerkastjórninni með þessu? Nei. Munu Bandaríkjamenn gera það? Nei. Þetta móti mun almenningur í Íran flykkja sér á bak við stjórnvöld í dag og verjast erlendri ásælni inn í landið. Þannig að Bandaríkjamenn og Ísraelsmenn munu ekki fá neitt af því sem þeir vilja fá útrússu. Þeir munu ekki stöðva það að Íranir fá kjarnorkuvopn og þeir munu ekki steypa stjórnvöldum. Þannig að hverjir eru það þá sem að tapa þessu stríði?
Það er Ísrael og Bandaríkin. Og það sem að mun núna gerast er að það mun breiðast út í Miðausturlöndum, árásir á bandarísk skotmörk. Markmiðið Netanyahu er að draga Bandaríkin inn í stríðið. Það er hins vegar ekki markmið Trump, því að ég held að hann gerir sér grein fyrir því að ef hann fer inn í stríðið, þá mun svona hans kjósendabasi klofna. Það verða gríðarlega átök innan Bandaríkjanna. Það mun grafast undan svona möguleikum hans að koma sínum málum í gegn. Þannig ég sé ekki betur en þetta sé eitthvað svona næstu eins og sjálfsmorðs leiðangur bæði Ísraels og Bandaríkjanna. Og við eigum ekki að trúa því sem alltaf er að segja okkur að það er svo rosalega flottar sprengjurnar sem að Bandaríkjamenn eiga. Þetta áttu við að trúa í Líbíu, í Írak, í Sýrlandi, í Afganistan, í Víetnam og guð má vita hvar. Bandaríkjamenn eru ekki að fara að vinna þetta stríð. Það var enda komið fram Bandaríkjamenn hafa ekki unni stríð. Nei, það voru Rússar sem unnu seinni heimsstyrjöldina og Bandaríkjamenn hafa verið að snúa því þannig að þeir hafa unnið Bandaríkjamenn unnu síðast borgarastríð, þræla. Það var enda komið fram að núna í morgun kom fram að það er ekki Úkraína, sama sem við höfum að trúa því, það er svo stórkostlega mikil tæknileg vopnin sem að Bandaríkjamenn eiga, að Rússarnir eiga, þú veist, eftir að bara hlaupa tilbaka og kasta Pútín af sér. Gerðist það? Nei, það gerðist ekki. Akkur ættum við að trúa nokkru sem kemur frá bara fyrir stjórnvöldum. Það er ekki Guðmundur, ég bara varð að skjóta Úkraínu. Hvað ætlar að segja, Guðmundur? Ég man það ekki. Ég veit hvað ég vil segja. Þetta er fín umræða, en sko, við langar líka að tala um málefni. En ég veit að við gætum alveg talað skemmtilega umræða þetta í langa tími. Þú ert eins og stjórnarandstaðan á þingið Nei, ég ætla að fara að tala um hana. Utanríkisráðherra er í óundirbúnum fyrirspurnum og það er heimsstyrjöld að byrja. Það er hún byrjuð. Þá var það að tala um veiðigjöldin. Staðreyndin úr því sem þú varst að segja, út frá þessum tölum, þó ég hef ekki gaman af að stúdera svona tækjabúna, að þær komast einhverja 30 metra, kannski 60 metra og svo geta það sett hverja á eftir annari einhvern veginn svona, en kjarnorku auðgunin er einhverstað 500 metra eða kílómetr inn í fjallinu. Þannig að þú veist, en við vitum ekki gögn, en punkturinn er af því sem ég hef lært í sögunni hvenær svona kallar fara í stríð, það þegar þeir eru með allt niður sér heima fyrir. Og náttúrulega það er augljóst í Ísrael, það er komin mjög mikil mótstaða meðal fólks. Það var komin hermenn á götunar í Bandaríkjunum bara í síðustu viku. Það var prófessor í Bandaríkjunum sögðu mér bara í fyrra, það mun aldrei gerast. Bandaríski herinn getur ekki farið út á götur í Bandaríkjunum. Ekki til þess að ekki beint gegn mótmælendum. Hann hefur náttúrulega áður farið út á götu, en þá var það aðalega til að verja mótmælendur fyrir löggunni á þeim stöðum. Já, þannig að það er einhvers konar bara, held ég... Og hverjir eru í röðin að taka þátt í þessu? Það er Keir Starmer sem er með allt niður þessu heima þessar. Svo koma þeir allir hérna í röðabíla, Macron, hann er með allt niður þessu heima þessar. Þeir koma allir hérna í röð. Þetta sé stökkbreytt. En það er nú stutt að fara fyrir hann að hísi upp sig. Það er nú að segja þessu. Nei, ok. Herðu, já, Ég er einn af þeim sem fylgist hvað mest kannski með þinginu og gert lengi. Ég hef þingfréttamaður á sínum tíma og ég fylgst með mörgu málþófunum. Mér finnst þetta einhvern veginn algjörlega galið. Þetta er þeir flokkar sem voru raskjeltir að þjóðinni í síðustu kosningum og þessi ríkisstjórn er búin að sitja í 6 mánuði og þeir stífla þingi gjörsamlega. Miðflokkurinn upplifði síðustu kosningar sem sigur. Ég reyndar hann er alltaf vill ekki vinna með honum, en reyndar er Bergþór Ólason svona krýndur foringi í stjórnarandstöðunar. Hann er svona sá sem leiðir þetta svolítið mikið. En það er svo mörg mál sem á eftir að afgreiða og þarf að afgreiða og það er hægt að stoppa þetta og því er það ekki gert. Það er til neyðarheimill. Það er bara tímaspursmál að vera gripið í hann. Já, er það ekki? En það er náttúrulega líka, er það ekki líka þannig að jafnvel þó að þetta menn myndi ákveða að droppa þessu núna, sleppa, láta draga það tilbaka, að þá, þú veist, er þetta bara lagt fram, haldið áfram í haust og samþykkt þá. Ég meina, þannig að ég er ekki að segja að það verði gert, eða það endilega eigi að gera það, ég veit ekkert það, en þannig að þetta er auðvitað að þýleitinu til er þetta náttúrulega líka algjört leikrit, Já, algjörlega. Þetta er umkunnarvert að sjá
þessa flokka, helmingaskipta flokkana 2 sérstaklega, afhjúpa sig í þinginu fyrir að þeir eins og komið hefur í ljós og dæmt hefur verið og byrst hefur verið skýrar og skýrar, vinna hér helst að hag örfárra stórfyrirtækja og ef að það á lýðræðislega kjörin stjórnvöld að hérna breyta eitthvað aðeins á því sem þessi öfgagróða risastóru örfáu hérna hvað sem maður vil kalla það kennitölur í landinu þurfa að verða fyrir örlítið meiri útgjöldum inn í ríkissjóð, þá verður allt galið og sérhagsmunir eru orðið svo miklir að það meira sem komið klofningur stærsta útgerðarfélag landsins ef við notum talningar Fiskistofu á því sem eru auðvitað ekki réttar það meiri sem búið að kljúa sig út úr að tíleitinu til eins og þegar Guðmundur Kristjánsson hættir núna segir af sig sem stjórnarformaður SFS þá er það nú líka svona þá lítur það nú líka að gefa til kynna að hagsmunirnir séu meiri svo orðnir þetta séu orðnir svona sérhagsmunir. Hann er búinn að fatta að tapar meira á þessu og hérna heldur hann og það verður bara aftur að fara að breyta LIU sem ég kalli alltaf LIU en því var breytt einhvern tímann í þetta SFS og núna verður brandið úr því svo lélegt að það þarf örugglega búið til nýtt logo og nýja skammstöfun að því að það afhjúpast þjóðin hérna er öll hlynnt þessu og þau eru búin að vera einhverju varnarbaráttu og auglýsingaherferð og þannig að trana fram þessum flokkum sem töpuðu og þeir einhvern veginn að sína sig þetta er eins og á einhverju skólalóð þar sem einhverju dúttar eru að þú veist reyna að sína sig fyrir hérna heilsal og pappa hleypa hinum ekki inn í skólan, þetta er þannig þetta er líka svona, þetta er svolítið eins og gagnfræðaskóli þetta er svona hausti til þar sem koma einhverju gæjar og eru að verða brjálaðir en átta sig ekki á því að allir stóru bræður þeirra eru farnir úr skólanum þeir hættu síðasta vor þannig að það er ekki þeir hafa einhvern veginn ekki alveg sama en þetta er náttúrulega líka, mér finnst svona það er líka svona það er ótrúlega áhugavert að fylgjast með svona krísunni sem að Sjálfstæðisflokkurinn er í núna og búinn að vera síðan í þessum kosningum að það er eiginlega bara, það er ótrúlegt að vitna hvernig formaðurinn og varaformaðurinn eru bæði alin upp í Borgartúni 35. Hún var formað samtaka iðnaðarins og seinna varaformað samtaka atvinnulífsins. Jens Garðar var formaður í LIU eða SFS og varaformaður samtaka atvinnulífsins. Ég nú alveg upp á Bleiksárbökkum, ekki gleyma því, en ég skil að stundi í Borgartúni. Og ég held að það sé að birtast í þessu afhróðu þingsins hérna, sem átti einhvern tímann að endurvekja traust á þinginu með einhverju nefnd og ég veit ekki hver ég á að kalla til nefnd núna ef að það á að ná aftur trausti ef að það verður lúffað fyrir þessu að því í millitíðinni er umboðsmaður og héraðsdómur búin að dæma þegar að þingið sinnir verkum Borgartúnsins eða hvað þú vilt kalla það hagsmunaaflanna að þetta er bara svona einhvers kristallisering á því að þau eru svo vön því að geta stýrt löggjafarvaldinu á Íslandi og núna þegar það hlýður ekki og tekur ekki við track change wordskjólunum breytingar og lögum og reglum inn í þingnefnd og ætlar ekki að milda þessa hækkun á veiðigjaldinu að þá bara verður allt brjála og þegar maður reynir að útskýra þetta fyrir prófessorum í Skandinavíu að þeir skilja ekki ruglið að þeir byrju þetta er skattur og auðlindarendu samkvæmt öllum hagfræðikenningum í alveg svona frjálshyggju hagfræðikenningum eins og við kenndar hér í skólanum að þá á fyrirtæki samt að vilja halda áfram alveg þar til að hann er komin í 95% skatturinn eða 99 jafnvel því þú færð allavega þá 5% frían hagnað sem þú færð ekki í samkeppni en hér er þetta að fara úr, ég veit ekki hvað 23 í 32 þú veist ég meina eðlilegt væri alveg örugglega að hafa þetta helming auðlindarendunar, norðmenn voru að innleiða þetta á fiskeldið hafa tekið 80% af olíunni þú veist auðlindarendunni þar og það er bara það er ekki hægt að Google Translate þetta fyrir
fólk í öðrum löndum að því þetta bara svo galið, sko. Segir Google Translate það bara? Nei, þú ert að grínast. Nánast. En ég er búinn að þekkja Guðmund í Brími alveg frá því ég var ungu sjómaður vestur á Snæfellsnesi. Alltaf verið hann áberandi maður, hann var fínn í fótbolta með Víkingi Ólafsvík og þetta, hann áberandi í samfélaginu. Og ég veit út í mig segja, en ég hitt hann fyrir einhverjum 3 vikum og ég sé hvað þú ert formaður SFS. Já, ég langar að reyna það eins og þessi, hvernig gat það verið, sko, svarinn anstæðingur, sko, samherjamannanna. Já, ég ætla samt að prófa þetta 2 ár. En svo gefst hann bara upp. Undan þessu fargjallu saman. Hann ætlaði náttúrulega líka ákvað greinilega að taka það að sér að snúa við einhverjum risastórum fraktara í höfninni á Rifi, sko, sem náttúrulega var greinilega ekki að takast. Og ég held að hann hafa alveg vita það að það myndi ekki takast. Þannig að... En hvað vildi hann sem hinni vildi ekki? Ég minnst ekki alveg að það var komið fram. Já, hann vildi bara... Hann náttúrulega vildi, sko, við sem alveg gera okkur grein fyrir því að þetta var náttúrulega svolítið svona Godzilla, King Kong dæmi, sko, Guðmundur var ekki tilbúin í að gleypa þessar hugmyndir um þetta auðlindagjald. Hann vildi hins vegar, honum fannst þess að taktíkin vera gjaldþrota. Það að spila þetta eins og hefði verið spilað í þessum auglýsingaherferðum og allir þessari umræðu og eins þetta þegar væri farið að því það er náttúrulega, það er augljóst mál, sko, að það er allt traust á milli og SFS hefur gengið lengra núna heldur en það gengið átt áður vegna þess að það hefur fengið meira viðnám úr þessu ráðuneyti, þannig að það er auðvitað þannig að ég held að honum hafi blöskrað einhverju leyti þegar þetta var farið að snúast það að það var einhvern veginn farið að saka ráðuneytið óheilindi og lygar og annarlega láta embættismenn var að láta annarlega sjónarmið ráða för. Ég er búinn að reyna að ná í hann, ég ætla að halda áfram að reyna. Ég veit ekki, þú byrjaðir, en ég veit ekki hvort ég held áfram. Ég hitt hann í bíóinu á Ocean, David Attenborough-myndinni, sem ég mæli með öllum að bara, þannig að við skulum segja að þetta geti að verið einhver 3. aðili sem var að pissa hana, að ég spurði hann því að það búið að vera ritdeila í vísbendingu sem ég ritstýri milli fulltrúa SFS sem voru fengnir til að skrifa skýrslu í fyrra auðlindagjöldin, prófessorar upp í háskóla og síðan komu aðrir sem svöruðu því og mjög falleg og skemmtileg ritdeila yfir nokkra mánuði og sýnt fram á bara algebruvillu, ég ætla ekki að fara út í tæknina en fólk getur lesið þetta og sem bara hrakið með svona ritdeilu rökum og starffræði og algebru og bara þetta var rangar forsendur til þess að fá niðurstöðuna sem skýrslan gefur sem forsendan þeirra og SFF sagði upp áskriftinni og hann var nýbúinn að taka við sem formaður, ég segi hana við hann bara þegar hann var þó okkur hendur að ég veit hann lesblaði og hvað taktík það? Þeir eru svo fúlir, þannig að prófessorinn 200 ætluðu ekki að birta aftur á þessum vettfangi og svo segir skrifstofan upp áskriftina, þetta nú skynsamlegt fyrir upplýst og góð umræðu í landið? Nei, kipum þessi liðin en ég veit ekki nákvæmlega með áskriftina hvort þeir eru orðnir áskrifundur aftur eða ekki. Kannski náða því ekki og það sé ástæðan fyrir hann hætti? Nei, Sko, Guðmundur svona útgerðar auðvelt með mannlega ásjónu. Það held ég að sé alveg ljóst. Sko, Guðmundur er alltaf verið að grípa svona þessi. Hann er heiðalegur í því að vera kapitalistinn sem hann er. Þú veist, ég veit að Gunnar Smára finnst þetta að vera eitthvað svona contradiction, en hann má alveg eiga það, skilur við. Já, mér finnst það líka. Birgir? Ég byrst afsökunar, Guðmundur. Nei, að tala við mannin, það var spennandi í Brími. Já, svo ætla ég að fara að tala um eitthvað annað, en hvað ætla ég að tala um? Já, það var sko þetta fólk sem inn á þinginu að með málflutning. Það er í sjálfu sér ekkert að því að fulltrúar ákveðinna sjónarmiða sem eru kostnaðarnir sem fulltrúar ákveðinna sjónarmiða haldi þeim sjónarmiðum fram mjög eindregið og af fyllstu hörku. Það er þingræðið, það gengur út á það og ekkert við því að segja og bara hrósa fólki fyrir að standa sig vel og standa sig vel sem talsmenn ákveðinna sjónarmiða. Það er hins vegar sko ákveðinir veikleikar í
þingskapalögunum og sem að valda því að minnihluti getur komist ef það er nú svona óskamfeilinn minnihluti, þá getur hann komist upp með klækjabrögð sem eru alveg bara einhvern veginn umfram það sem er kannski hollt og rétt fyrir þingræðið í landinu. Og það er það sem er að gerast núna. Það er annars vegar hvernig er hægt við aðra umræðu mála, það er hægt að tala endalaust. Það er hægt að bara teygja lopan endalaust með ansvörum sem er gert. Já, sem er gert, alveg ótæpilega. Og svo er það hins vegar að þegar þingi er slitið þá deyja mál. Og það þarf að vekja þau upp aftur sem er alveg merkilegt. Sem er mjög skrítið og óeðlilegt. Þannig að takist þeim að drepa þetta mál núna, þá þarf að byrja alveg upp á nýtt á næsta ári og þá bara endurtekur sagan sig. Og mér finnst svolítið eins og þetta hafi kannski verið, mátt sjá þetta fyrir þegar þið byrjaði að tala um plasttappana bara strax í byrjun þings. Og þá hefði kannski meiri hluti nátt kannski eitthvað að ég veit ekki alveg hvað þið gátu kannski gert, hugsanlega hefði mátt leggja fram eitthvað mál sem að fyrir minnihlutana að einblína á og drepa, eitthvað sem enginn hefur kannski í rauninni áhuga, kannski svona stjórnarskrána, nýju stjórnarskrána eða eitthvað svoleiðis. Og leyfa þá Miðflokknum og Sjálfstæðisflokknum, fylgiflokki Miðflokksins að drepa eitthvað slíkt mál og ná þá fram því máli sem þeir vildu í raun og veru ná fram. Eitthvað svona en eins og nú er komið þá sýnist mér að það sé ekki umnefnt að ræða en að beita þessari 71. grein þingskapalaga að knýja fram lok máls. Og forsetinn hefur slíka heimild og Guðrún Helgadóttir til dæmis, hún beitti þessu þegar hún var þingforseti. Mér finnst eitt í varðandi þetta mál þó, að því að við vorum að tala um Ted Cruz sem er búin að vera þingi í Bandaríkjunum ekkert svo lengi, 13-17 ára eitthvað. Og hann ætlaði að verða harðasti stuðningsmaður Ísraels og Bandaríkjaþingi og er þar í bara stórum hópi sem er líklega með sömu plön og þau eru allir fjármagnar af IPAC sem er hvað heitir það, amerísk-ísraelska nefndin eitthvað sem að fjármagna þetta. Við erum með inn á þingi menn sem eru líka svona beint og óbeint fjármagnar sem koma bara innan úr borgartúninu og koma inn á þing og segja að ég ætla að vera bara að verja þessa hagsmuni í rauðan döðan. Það er enginn af þeim sem er núna en við þekkjum það frá einn úr vísisfjölskyldunni sagði þetta. Jens Garðars er búin að segja það að ef við þurfum að tala um þetta í allt sumar, þá bara gerum við það. Og það er bara búið að hóta því. Þetta er fólk sem kemur þarna innan úr þessu og það er að fara að hefja sína pólitíska feril og það veit að besta leiðin til þess að ég svona blómlegan pólitíska feril er að bara þjóna þessu afli. Því að það styður mig í kosningum, það mun verja mig fyrir svona árásum. Ef að ég dett út af þingi þá mun það redda með vinnu og ég er bara öruggur í þessu skjóli. Og þetta er ótrúlegt mein inn á Alþingi, þar sem að fólk kemur þarna sem á að vera að vinna fyrir almannahag en er bara að vinna fyrir þá sem eru með andstæða hagsmuni almennings. En við skulum samt líka, þú veist, þetta er fólk sem að, eins og þú segir, kemur innan úr borgartúrinu, kemur innan úr þessari grein. Og mun hverfa þangað aftur. Já, en þetta er bara fólk sem hefur umboð frá sínum kjósendum. Já, og hefur upplifað þannig að þetta sé hinn raunverulegi almannahagur. Það sé allir, það er allir dús með þetta í kringum þig, inn í þínu mengi. Þú veist, hagsmunir ríka séu hagsmunir almennings. Já, ég meina, þú veist, og þannig að þetta er ekki Það er afstafa kannski, innan við 20% landsmanna. Já, en notabenni þetta, þú veist, þau eru samt inn á þingi. Þau fylla saman það dýr til að koma fólki á þing. Já, enda eiga þau Morgunblaðið. Þau hafa töluverð áhrif á miðundraði alltaf að því þú kemur frá RÚV að það er alltaf einhver gaur frá viðskiptaráði sem er þar með sínar delluhugmyndir, fær alltaf sviði fyrir það. Þannig að bak við þetta fólk er gríðalegt afl sem að tryggir því að þú fáir að röddið þín heyrist og sett klappaður upp og ég meina þeir eru með Moggan, þeir eru með viðskiptablaðið, þeir eru með endalaust einhverjum hægri podcastu sem eru fjármögnuð af fyrirtækjum. Þeir eru svona hægt og bítandi með miklu meiri áhrif í íslenskri umræðu núna heldur þegar ég var ungur.
Nei, þeir eru miklu háværar í íslenskri umræðu. Þeir hafa, áhrifin eru augljóslega ekki mikil, því að við sjáum bara hvernig skoðanakannanirnar, til dæmis á fylgi flokkana, miðað við allt þetta sem er alveg rétt hjá þér, að það er það fer rosa mikið fyrir þeim og þeir náttúrulega eiga þetta eina dagblað á Íslandi, þú veist, það er ég mun í móðgengan þegar ég segja að það sé liggi þarna megin, þú veist, þessi podcast og svona, þeir eru inn í þessu menningarstríði sem vill oft verða en það er ekki að skila neinu, þannig að þetta er bara bergmálshellir, þetta er bara svona svipandi sami bergmálshellir og vinstri menn voru með lengi framan af, veist. En rifjut eitt að þú sagði viðskiptaráð, skömmu fyrir hrun, eitthvað svona, mestara í 6 mánuður. Hvað er þetta vitskiptaráð? Þá ályktu þeir, í ályktunum sem segir, sko, við skulum ekki bera okkur lengur sama við hinn Norðurlöndin, að við stöndum þeim framar á öllu leyti. En þetta er, já, svo fær þetta fólk bara ganga laust inn að ljóða. Það er alveg svo til heila þó umræðina, talandi þetta, þá er í umræðinni við stöndum svo framalega vegna þess að hér eru skattar lægri á fjármagn og stórfyrirtæki. Við stöndum framalega þegar hér er eftirlitsiðnaðurinn minni. Við stöndum íslensku sjávarútvegur stendur framar norskum að því hér er meiri arðsemi er bara hugtak við það hvað eigandi getur tekið mikið fé upp úr rekstrinum. Norskur sjávarútvegur er miklu blómlegri og það vita allir sem hafa bara komið í dreifðari byggðir Noregs, sjá það að þar hefur sjávarútvegurinn ennþá sko gefandi afl inn í samfélagið. Þannig að hér getum við farið frá hverju bænum frá öðrum þar sem við varum horfa á sko tómar hafnir, þar sem er ekki eins og upp á Akranesi, það sem er ekki sko landaður bara nema út af sko strandveginni. Hvaða áhrif hefur þetta frumvarp á útvegsbændur og útgerðin á Álftanesi? Það mun náttúrulega bara það verður bara landauðun. Ég er bara fann að leita mér að nýju húsnæði sko. Já, ég skilst að Kópavogsbúar séu sama sinnis, þetta verði. En þetta er samt stórmál og með þess að ég ætla að segja sko að kona skrifa, hún var alveg gáttuð á Halla Hrund Logadóttir verið að taka þátt í málþófi, sagði kona, mér leist svo vel á hana í kausana sem forseta og svo næst ég sena þá hún að taka þátt í þessum leiðinda málþófi. Ég held að Framsókn væri ekki með í málþófinu. Jú, Sigur Ingi sko ég held að og Ingibjörg Ísarsson, og það tala mest hvað heitir hann bóndinn Þórarinn. Er hann að tala mest? Já, hann var með flesta ræðurnar síðast vika á því. En sko, ég held bara, fólk sér í gegnum þetta. Fólk finnur, þú veist, þetta er, fjármálaráðherrann er sko doktor í auðlindahagfræði frá Bændaháskólanum í Ós fyrir sunnan Ósló. Þannig að þetta er auðlindafrumvarp sem Hanna Katrín leggur fram og þetta er bara úthugsað og vel gert. Sumum geti fundist að, þú veist, pólitík ætti eðlilega að snúast finnst okkur eðlilegt að taka 35% eða 50 eða 80, þú veist, en þannig verið að rífast að því þeir fóru 23 í 35 og bara eins og að hér fara allt í eyði út af því, þú veist, ég meina, og þessi flokkar það held ég að þeir svona henni skynsum útgerðar mér átt að sjá að þeir munu tapa þessu stríði ef maður má líka því við það að sko að ég meina það verður þó bara kosningar næst þar sem að kannski komast að flokka sem ætla bara þeir eru náttúrulega, ég held að það sé fyrir ekki að hluta til málið sem að Guðmundur í Brimi er að draga sig út úr og hann áttar sem þeir eru búin að tapa þessu, ég held að það sé alveg klart mál. Spurningin er hvort þeir ætla að tapa þessu og tapa í leiðinni öllum trúveruleikanum og ætla þeir að tapa verðlaununum sem þeir fengu á Ímark ásatíðinni þegar LIU varð SFS, þegar hann var svona besta uppgerðin. Þeir fengu verðlaun fyrir það. Er það ekki þeir sem að veita verðlaunin eru auglýsingastofunar sem að veitar alltaf bara stæðsta kúlan verðlaun? Jú, að sjálfsögðu. Þetta er ekki svo almenningur að við verið að fagna SMS. Nei, en þannig að þú veist... Ég held að norsku auglýsingarna fá nú ekki verðlaun. Exit auglýsingarnar? Nei. Það fær ruslfólk. Þeir eru rosalega peninga til að auglýsa. Já, endalaust. Já, endalaust. Það er svolítið inn á heftinu í Borgartúni.
Þessi auglýsingarnar með áramótasköpi 1985, ég kemst aldrei lengra til þess að átta mig á því hvað konan er raunverulega að segja. Þetta er bara eins og, það er engi fyrirtæki sem eiga hafa efna svona nema bara á gamlárskvöld. Já, stóru fyrirtæki gerir það bara svona langa auglýsingar einmitt til að þakka fyrir viðskiptin á árinu. En ég finnst líka athyglisvert við þetta, það er náttúrulega, að því þú talaðir áðan að Sjálfstæðisflokkurinn væri svona fylgitungl eða Miðflokksins, að það er ótrúlegt að sjá, það var skipt formann í Sjálfstæðisflokknum fyrir ekkert löngu síðan. Hún maður heyrir helst af henni núna þar sem hún í fríi í útlöndum sem var langþráð, sem að fríi hún yfirleitt, og síðan hún núna í einhverju svona tiltekt í Valhöll og birtist myndaðinni við tóman peningaskáp á skrifstofunni sinni. Hún að þrífa sjálf í Valhöll. Já, sem bara flott hjá henni og það er allt í lagi með það. Bara, góð í því. En vandamálið er að hún í mjög þröngri stöðu og hefur það forystu vandinn sem í Sjálfstæðisflokknum núna. Þið sjáu það að hún hefur ekki einu sinni núna styrk inn í þingflokknum til að skipta þingflokksformann, sem að ég held að sé nú ekkert leyndarmál að hún hafi viljað gera vegna þess að það liggur svolítið fyrir að ef einhver úr þessum þingflokki var ekki Guðrúnar megin, þá var það Hildur Sverrisdóttir til dæmis. Hún gerir mistök með að ráða framkvæmdastjóra og ræða það ekki við stuðningshópinn sinn, þannig að hennan Grafavogsarm hana. Þannig að hún það hálf umbóðslaus formaður. En hvað á hann að gera? Sjálfstæðisflokkurinn með svona gamla sjálfsmynd sem frá því að þegar Sjálfstæðisflokkurinn var svona fjöldahreyfing og hafði svona æðarkerfi út í öll hverfi og formaði Kívanisklúbbsins og sóknarnefndarinnar og íþróttafélagsins og kaupmaðurinn og hotnin og rakarinn og allir voru í flokknum. Í tíð Bjarna hefur þetta orðið bara borgatúnið, bara hagsmunagæsla fyrir hann allra ríkustu. Guðrún kemur inn í það. Hvað á hann að gera? Hún getur ekki farið og farið að endurvekja gamla góða Sjálfstæðisflokkinn ef það er mögulegt. Vegna þess að þá svíkur hún borgatúnið. Þannig að ég sé ekki alveg, ég held að við séum að lifa tíma sem bara hæg og bítandi, hrörnum Sjálfstæðisflokksins og ég spái að eftir svona í næstu kosningum að þá fá hann svona kannski 13%. Og svo verði hann bara það sem að maður hefði ekki trúað því að ég ólst upp í ógnarvaldi Sjálfstæðisflokksins yfir bara íslensku menningu, íslensku samfélagi, bara algjörlega drottnunarvald Sjálfstæðisflokksins. Það var ekki alltaf. Já, það var, þú veist, þeir áttu. Vinstrimenn hafa átt hana. Ég var bara 5 ára þegar sjónvarpið byrjar, 66, og þá búin til sérstök fréttastofa til þess að hún sé ekki verið að ráða einhverja kommunista eins og var inn á útvarpinu. Þannig að í mínum tíma Sjálfstæðisflokkur, ég var ekki bara rétt rúmlega tvítur þegar Sjálfstæðisflokkurinn fékk útvarpsstjórann og hann búinn að halda honum síðan. Þannig að ég held að Sjálfstæðisflokkurinn hafi gríðarlega þegar ég ólst upp að þá voru flokksblöð en núna drottnar Sjálfstæðisflokkurinn algjörlega yfir fjölmiðlunum. Þannig að ég vil alveg taka menningu en þeir réðu öllu og þeir bara komu í veg fyrir það að fólk sem var í andstöðu og fengi framgang í starfi eða lóðútlutað eða lánfengið og þannig var Sjálfstæðisflokkurinn. Ég hefði ekki spáð að ég myndi lifa það. Hefði verið og það er mjög athyglisvert ef maður pælir í því að Hanna Katrín Friðriksson sem núna búin að vera grjóthörð for lack of a better term í þessu varandi þessa og með Daða Má með sér að ég svo veit ekki Daða hann sjálfsagt en minna, hún náttúrulega var sjálfstæðismaður, hún var aðstofamaður Guðlaugs Þórs þegar hann var í heilbrigðisráðuneytinu. Þorbjörg Obba, dómsmálaráðherra, hún var djúp í sjálfstæðisflokknum lengi. 90% Katrín, já. En ég meina, þetta núna, svona mesta klassið sem að verða í þinginu og mestu andstæðurnar eins og að blasa við okkur núna
eru þarna á milli. Þetta er lífsafstaða, en sko valdablokkin sem var í Valhöll, sem hafði þessi ógnartök á íslensku samfélagi, réður öllum sem á ráðin inn í Hæstarétt, inn í dómskerfið, inn í bara allra stjórnsýsluna, að þetta kerfi held ég, við sem að lifa það, að þetta er að brotna. Kannski gerðist það fyrst hrynur mogginn og svo bara hrynur allt þetta drasl. Já, og sko þetta birtist, ég held að sé alveg rétt sem hann ekki að segja, það er bara svona komið yfir í Viðreisn hérna og það verður einhver afgangur þann eftir í sjálfstæðis, ég veit ekki hvernig það fer, en sko Moggahöllin, hinn seinni, ekki aðalstrætið heldur í kringlunum, það sko að fara að rífa hana núna til að byggja hana miklu meira og það eru sko, ég var bara að koma staðis út af viðtali sem kemur í sumarblaði Vísbendingar næstu viku að það er, þú veist, þetta er mjög fallegt hús, það kom upp einhver smá mygla og það er samkvæmt alheimsþingi arkitekta ekki að rífa niður neina steinsteypu, það er svo mikið kolefni bundið í, og þannig eru sko marmaralagð sko borð á klósettunum og bara rosalega mikil íburður og fallegt velhannað hús sem að þarf að fara að rífa fyrir hérna fermetra fasteignaeigendana og þá er sérsveitin með æfingar þann inni til að sprengja marmaran og hérna fínu efni sem voru lögð í hérna. Já, ég kom inn í þetta hús og var í blaðamór að devaf og ég man ekkert akkur það var, ég fór þarna inn og við vorum að fundum eitthvað, ég man ekkert hvað var og þá er það bíósalur hann inni í húsinu. Þetta var eitthvað svona symbolist fyrir mér, sko, að Moggahöll nr. 2 er bara... Okkur þótti, sko, þér alltaf fínt, sko, Smári, á sínum tíma, sko, en svo kemur það þarna í... En varðandi völdin og talandi Moggahöllina, einu sinni voru við með hugmyndum að gefa út bókum kvótakerfið og vorum að tala um útgefanda. Og hann sagði, ég ætla að pæla í þessu. Svo kom hann og sagði, nei, ég held að sé ekki góð hugmynd. Og málið var, veistu hvað hann gerði? Hann fór og spurði Styrmi. Og þetta var sko ógnarvald talandum í menningunni. Þetta er ógnarvaldi sem Mogginn hafði. Og þótt að þú veist, hægri viðhorf, þau kannski minnka ekkert, ég veit ekkert það. En að losna við þetta sko, hérna... Það var ekki Styrmir og Morgunblaðið voru þeir ekki á móti, hérna, þessu framsali og... Já, hann var búinn að, þetta var á tíma þess að hann var búinn að gangast inn á það að verða sko formaður í auðlindanefnd Davíð Oddssonar. Og hefur líklega metið það svo að bókin okkar myndi eitthvað raska. Auðlindagjöldin náttúrulega stór hluti af því, minna því það var hérna, ef ég man þetta rétt, þá náttúrulega er umræðan auðlindagjöldin að því að þessi umræða var náttúrulega svo mikið þetta voru svo langt á milli, þetta var bara annars vegar bara, þú veist, að taka kvótan hérna, með öllum ráðum. Mogginn og Styrmi var á Gylfa Þ línunni. Já, þeir voru Jónis Nordal var bara með þetta. En það sem er náttúrulega vildi ég sagt hafa, það sem er náttúrulega líka athyglisvert við það sem er að gerast núna, já, ég ætla að segja þér að þið ætlaðu að gefa út þessa bók, ég meina, mér fannst vera áhugavert þegar stærsta bókaforlagið á Íslandi ákvað stökk á það að gefa út bókina sem við skrifuðum Namibíumálið, skilur, það var það er breyting. Það er eftir hrun Moggans. Já, það er bara, þú veist, hlutir hafa verið að breytast, það er alveg rétt hjá þér og þú veist, þetta er ekki lengur svona... Ég er bara að benda á að ég held að það er meiri samfélagslega breyting. Það var ekki sérstök breyting á starfsháttum og stefnu forlagsins sem að gaf þá bók út að hérna gefa út. Nei, en ég er að segja bara, þú veist, það var ekki, og ég meina það var alveg andað þessum að forlagið hafði... Bara ég er ekki að segja það að þeir hafi verið eitthvað, þeir feðgar hafi verið eitthvað, hérna, það verið búið að berja þá niður, sko. Það var náttúrulega annað forlag sem að brendi upplaga bóka því að það var óheppilega blaðsíður úr kviðmáðatalni, fyrirgjöð, hérna, en það er hins vegar þannig en ég meina það var líka barið á þeim feðgum í því máli, ég meina það voru hótanir og allt, en ég meina Egill gaf sig ekkert, menn það er, þú veist, að því það er alltaf látið eins og þú veist, það láti allir undan og þetta sé allt eitt stórt samsæri. Ég held að þessi raunverulegt að þetta vald er minna. Þegar kannist við að þegar við vorum yngri að þá var það sagt að ég hef ekki pólitíska skoðanir, ég er bara í Sjálfstæðisflokknum og svona fólk sem var í fermingaveislu þá sjálfstæðismaður þá bara sveistu þannig en eða kommi eða eitthvað svona þá gæst að fengi yfir einhverja rókur sko. Og það var alltaf 50% fylgi sjálfstæðismanna í skoðanakönnunum og það var metið út af því. Það var bara svo auðvelt að segja já við því. Núna er það þannig að sko sjálfstæðisflokkurinn er að mælast bara í 20% í skoðanakönnunum.
og munur er þarna á milli. 30% þjóðarinnar sem finna ekki skjól hjá því að vera, já, ég er bara sjálfstæðismaður, eins og það sé, þú veist, bara eins og að vera ekki neitt, eða alveg sama og var að vera hluti af valdaflokknum í Mexíkó eða sovéska kommunistaflokknum eða hvað sem er, að þetta er farið. Já, og ég held að áhrifin af þessu munum við við erum að horfa á þau næstu misseri og ár, að þetta eru miklu meiri áhrif í íslensku samfélagi heldur en við gerum okkur grein. Ég var á landsfundi Sambands ungra sjálfstæðismanna 1999 í Vestmannaeyjum. Þar var bara the it crowd á Íslandi, þú veist, ungu fólki, fullt af efnilegu ungu fólki og bara brjálæðislega, þú veist, allir það var bara mjög töff fólk, þú veist, það bara segast alveg svo er. Og þetta er auðvitað núna sér maður myndir af ungliðum úr sjálfstæðisflokknum og þetta er ekki töff fólk sko. Ef við erum komin á svona trún og ég ætla að segja bara frá 12 árum þegar ég kom til landsins eftir að hafa verið 10 ár burtu og byrja að kenna upp í háskóla og svo lág laun og með 2 börn í menntaskóla og var miklu dýrar að vera með börn hér en út í Skandinavíu. Spyr ég eitthvað svona kaffestofuna, já, hvað getur maður gert, getur maður ekki komist í einhverja stjórn eða hvernig á maður að bera sig að til að fá eitthvað svona hérna til að hífa upp lágu háskólakennaralaunin og nýta þekkingum hans á einhvern skynsamlega máta. Og það var sagt við mig og þetta var ekki djók, sko. Það var bara kollegi, þú voru bara að gangi flokkinn. Helst að flytja í Garðabæinn en þú voru að gangi flokkinn. Og þetta er 12 ár síðan. Já, ég veit það. Ég held að þetta var djók en þetta var ekki djók. Og ef að sjálfstæðisflokkurinn missir þetta vald og fólk er bara að hlæja þeim upp í pontu og þingi og næstu fermingaveislu verður bara verið að gera grína þeim. Það er ótrúlega breyting í Íslands. Já, lausagaleg. Mjög svo. Já, og svo náttúrulega kemur þetta, eins og ég var að tala með formanninn sem er núna, að þegar formaðurinn er strax svona veikur og næri raun og aldrei, þú veist, fyrst alveg náttúrulega umboðið hennar með tæft. 50,1. Já, skilur við, að þá og hún nær síðan ekki einhvern veginn að gera það sem að formenn þurfa, það er ekki nóg fyrir hann að vera formaður, ég meina það fylgir henni ekkert allir, þannig að hún þarf einhvern veginn til þess að koma sínu áfram og eitthvað allt það. Þegar hún nær því ekki einu sinni. Þú upptekinn innandýra bara við að hafa frið. Já, að þrífa. Ég held að sé erfiðar að vera formaður sko með svona tæpan meirihluta en að hafa tapað. Manstu með Árni Páll sem að endaði með því að kjósa sjálfan sig sem formann Samfylkingarinnar. Hann vann með einu atkvæði sem var væntanlega hans eigið atkvæði. Þú veist, umboðið þitt getur eiginlega ekki verið minna. Það getur ekki verið minna. Eða raun og veru bara trú þín á sjálfan þig sem að fleitið er. Já, en sjálfstæðismenn hafa áður farið í gegnum svona kosningar. Ég meina, Davíð vann tiltölulega tæpt. Og maður myndi geta sagt að svona gamli sjálfstæðisflokkurinn, hann er þannig að og það var hluti af svona góðsöflunum hann sjálfan, að við erum harðir í kosningum innandýra, í sus og alls konar svona kulma berjast, svo leggjum við niður spjótin. En hann mætti mikilvæga anstöðin á þingflokksins þegar Davíð Oddsson, þegar hann kemur inn á þing, þá eru öllur gömlu jálkarnir á mótum. Matti Bjarna og fleiri. Egil. En hægt og bítandi að þá býðstónum að vinna vegna þess að það er stemming í flokknum til þess að svo verði. Það er engin slík stemming gagnvart Guðrúnu. En er þetta heimildaþáttur sjálfstæðisflokkinn? Það er nú ekki beysið á vinstri vængnum heldur, sko. Nei, það er bara ömurleg staða. Nei, ég meina, við erum ekki að ræða það því það er náttúrulega bara ekki. Það er ekki til. Það er ekki með í þessu, sko. Það er kannski einhver okkar sem að myndi vilja segja að Samfylkingin væri einhver leiti til vinstri. Allavega með annað fótinn. Já, er það ekki? Samfylkingin er svona eins og ég upplifði Samfylkinguna og hef alltaf gerst, þá er Samfylkingin sósíaldemókrataflokkur, er jafnaðarmannaflokkur sem hefur hægri arm og vinstri arm. Og það er meira að segja sko, getur verið töluvert svona tóg þarna á milli og er alltaf. Og ég upplifði það þegar ég kom til trúnaðarstarfi við Samfylkinguna, þá áttaði ég mig á því hvað þetta er mikil fjöldarhreyfing. Það er svo mikið fólk þarna úti í samfélaginu sem að studdi Samfylkinguna og hjálpaði Samfylkingunni aftur á stað. En það er kannski önnur að segja. Samfylkingin verður að hafa flokk til vinstra megin til vinstri við sig og inn á þingi mjög sárlega vanta inn á þingið rödd sem er vinstra megin við Samfylkinguna.
og veitir henni þetta aðhald. Ég reyndi að benda samfélgja fólki á þetta. Þú veist, á góða samfélgingu máttu kjósa sósíalista. Ég segi það kannski ekki. Nei, en þetta eru rosalega áhugaverðar og það hefur kannski ekki verið mikið rætt og spáð og speglurað í það hvað þessi kosningaúrslit síðast eru í raun sæta miklum tíðindum, hvað breytingin er mikil, af því hún nær eiginlega yfir allt, skilur. Ég held að VG og Píratar séu búnir sem pólitískt afl. Ég sé ekki hvernig Framsóknarflokkurinn ætlar að endurfæðast. Nei, ég er mikið áhugamaður um það. Það má vel vera að það gerist, en ég held að það er ekkert ljós við enda gangana hjá Framsóknarflokknum. Það bara er ekki. Ég held að Píratar, þeir kannski skiptast á milli, kannski verður til einhver nýr græningjaflokkur, nýtt grænt afl, það er alveg hugsanlegt, og sem að einhver partur af VG myndi þá líka ganga til liðsvið og annar partur af VG fer aftur heim í Framsókn. Það sem að það fólk á heima miklu frekar, svona landsbyggðarsinna, stóriðjusinna. Steingrímur J. Steingrímur J. Sá armur. Og sósíalistar virðast mér nú svona eftir síðustu vendingar á þeim bæ virðast mér nú ekki til stórræðina en þeir geta náttúrulega orðið partur af einhverju nýju afli með einhverjum svona leifum af VG og jafnvel Pírötum. Já, albönum hefur nú fjölgað talsvert hérna á Íslandi, þeir eru nú talsvert meira svona stærri kjósendahópar. Já, þannig að það sem nú ekki mannur það. Það er 20% fólk sem hefur ekki kosningarétt á Íslandi, við erum að munna því. Þeir hljóta nú að fara að vinna sér kosningarétt. En já. Heyrðu, strákar, þetta er búið að vera gaman. Ég má bara botna þetta þessa greiningu. Það er slæm samlíking, en það var oftur kallarnir tveir sem ég var að hlusta á, Wolf og Krugman, að þeir voru að vitna í Colin Powell, sem hafi sagt eftir sína reynslu, þannig að stjóri, þú ert aldrei að fara í stríð nema að þú vitir að þú getur unnið það. Mjög svona basic stand, og núna er Trump farin í stríð. No shit, Colin Powell. Og ég ætla að taka þetta yfir og kannski var þetta stríði sem Bjarni fór í með að kalla til kosninga. Hann hélt hann myndi vinna það, en hann tapaði því. Það er smá vesen á þinginu af því að þetta var kosið á óeðlilegum tíma með öll þingskaparlög og allt ferli og svona. En kannski var þetta svona... Ríkisstjórnin nýja var 6 mánuði í gær, held ég. Þannig að það er nú ekki lengri tími liðinn. Og auðvitað skiptir að máli hvað var kosningabaráttan var stutt og á skringilegum tíma og sumleyti var þetta alltaf óefnilegt, sko. Myndalegi kallar af Arnarneshæðinni eru ekki góðir pólitískir plottarar. Sjáum þá Bjarna og Einari Greinu núna. En svo er það Kristrún núna, nú fer hún vestur á firði og mætir það 200 manns í sal og tala við veiðigjöld og hún er að fara eitthvað víðar, sko. Ég held að hún og samfélgi njóti þess sem ég var að tala áðan svona óþol fólks gagnvart Sjálfstæðisflokknum. Það er eitthvað annað er hluti af þeirra fylgi og þessi velvilji sem að stjórnin hefur ennþá, hann er töluvert mikill, svona ef maður horfir á fyrri stjórnir. Ég held að hluta til sé ástæðan að Sjálfstæðisflokkurinn er einhvern veginn alveg að missa öll sín vopn. Og bara gamla hugmyndin flokkin er að grotna niður. Byrjum nú á leikslokum, en já. Hann getur endurnæst líka. En þá er það spurningin, eftir hverju er hann að bíða? Er hann að bíða fyrir nýjum Óla Thors, að hann stigi allt einu upp úr? Eða Davíð Oddssyni eða eitthvað svona, en ég meina það er ekki þetta að sjá það og ég má ekki heldur hvernig hópurinn hegða sér. Talandi það að hún rétt mér þetta Guðrún, maður myndi ætla þá að hópurinn segir við erum með formann og við bara stöndum með henni í allavega 2 ár, en þeir stóðu ekki með henni í 2 daga, Þannig að það er eins og inn í slíkum hópi. Hver á að koma allt í einu out of the blue, bara Clint Eastwood ríðandi úr eyðimerkinu eitthvað? En það er ekki, formaður Sjálfstæðisflokksins er að taka þátt í málþófinu og það er svona með tilgangslitla spurningar og svona, Þetta er ekki formanninu sæmandi, Það er bara aldeilis ekki,
allir saman það. Þá gott vendumynda. Og bara hluta starfslýsingunni, hún á ekki að skýta sig út í þessu, því það hún sem á síðan að semja lokin. Þannig að þú ætti ekki að koma innan úr atinu og ætla að verða þar að geta, heyrðu, ef ekki bara hætta þessu krakkar. Það verður foringinn sem að mun, semjum við þetta alls saman Bergþór Ólason. Já, ég held að. Heyrðu, Ásgeir Brynjar, Guðmundur Andri og Helgi Seljan, þakka ykkur fyrir. Og hér eftir augnablik koma til okkar Theodóra S. Þorsteinsdóttir, bæjarfulltrúi í Kópavogi, Líf Magnúsdóttir, formaður borgarráðs og Sanna Magdalena Mörtudóttir, forseti borgarstjórnar. Augnablikshlé. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þarftu að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء. Já, komið sæl á ný. Við vorum í karlaklefanum í fyrri hlutunum og varum inn í kvennaklefan í seinni hlutunum. En gestur okkur Líf Magnýdóttir, Theodóra Þorsteinsdóttir og Sanna Magdalena Mörtsdóttir. Verið allar velkomnar. Takk. Byrjum á þið eru í Reykjavík og Kópavogi, þannig að veiðigjöldin hafa svona virkt ekki mjög mikið í ykkar sveitarfélögum. Kannski í Reykjavík, það er stærsta sjávarútvegsfyrirtæki. Hafið þið fundað með forsvarsmönnum Brims út af þessu? Nei, við höfum nú ekki gert það og við skilum heldur ekki inn umsögn veiðigjaldafrumvarpið, sem Reykjavík og Borg skilur oft inn umsögnum alls konar frumvarp. En það hefði alveg verið fróðlegt að gera það. Og skoða með hvaða hætti þetta hefur þá áhrif á Reykjavík, bara algjört hlutlaust mat. En það var tekin svo ákvörðun að þetta væri það pólitískt að sveitarfélagið ætti kannski ekkert að vera að skipta sér að þessu með þeim hætti. Hvaða breytingar þar eru fyrir Reykjavík? Er einhver þannig eða? Nei, en þetta ég kannski fæ bara Brim inn í borgaráð eða hvern sem svo í þessari útgerð hérna á Stór-Reykjavík og Við tölum svolítið forstjóra þar, Guðmund Kristjánsson fyrir hlutunum, hann skemmtilegur maður. Þannig að það er ekki sikkin að því ég setið bort með honum ykkur á sund. Þó þetta séu mörg tonn sem að Brim á og það er ekki allt unnið í Reykjavík, eitthvað fyrir með á í Vopnafirði og víðar. Akranesi. Já, það er eiginlega ekkert eftir þar. Eitthvað, þau vinna eitthvað. Þá er þetta hlutfallslega, skiptir þetta miklu minna máli fyrir Reykjavíka heldur en í svona sjávarbyggðunum. Í svona þessum, viðkvæmu byggðum. Rétt nær 2% af atvinnustarfseminni hérna í sjávarútvegi. Reyndar skiptir þetta kannski í Skaga með svolítið miklu máli því að þetta sem er óbyggt á Akranesinu að hann og bæjarfélagið ætla saman í ykkur uppbyggingu þar og kosta til ykkur peningum, þannig að kannski óttast þeir hann dragi það tilbaka, ég veit það ekki. En tölum einu sinni var sjávarútvegur í Kópavogi. Já, það er ekki lengur. Nei, það var einn bátur sem landaði tíma, ég held hans farinn. Og fiskvinnsla sem átti ekki útgerð sem var frá hausinn fyrir einhverju svona nokkrum árum. Já, og það er núna bara búið að ryðja þessu meira minni burtu fyrir þéttingu byggðar. En ég hef náttúrulega fylgst með þessar umræðu á þinginu aðeins og svona án þess að fara svona efnislega í þetta. Ég er náttúrulega fulltrúi Viðreisnar og styð auðvitað mitt fólk þar. En þá finnst mér þetta bara svo áhugaverð umræða, svona kannski í tengslum við þessa tvo valdaflokka, Framsókn og Sjálfstæðisflokkin, það sem er svona, hvað er að gerjast, hvað er að gerast inn í þessum flokkum. Mér finnst það svolítið endurspeglast í umræðunni. Það er svona leiðtogaaleysi og bara svona hálfgerð svona stjórnarkreppa. En augljós hagsmunatengsl. Óboðsleg hagsmunatengsl, þetta er svona alveg svona svífandi dans sérhagsmuna og já, en mér finnst áhugaverðast að skoða hvernig þessir þingmenn, þessara tveggja flokka, gömlu valdaflokka, hvernig þeir svona eru að berjast svona innbyrðis. Mér finnst ég svolítið meira að horfa á það heldur en svona efnislega og ég veit ekki alveg hvað þeir ætla sér að taka þetta langt, þetta málþóf. Nei, hann er búinn að segja, Jens Garðar, að
bara allt sumarið og þess þarf. En mér finnst það athyglisvert sko umræðan að vera að mæti vinnun á sunnudegi sko. Mér finnst það dálítið athyglisverð nálgun að einmitt kalla eftir því að ræða þetta á dýptina og halda áfram að ræða þetta og svo kannski einhverja kvart yfir því að sé mætti vinna á sunnudegi. Ég meina við bara búum í þannig samfélagi að maður þarf að vera að alla daga. Mér finnst það bara fullkomlega eðlilegt. Það er sunnudagur í dag og hér setjum við. Hér erum við. Erum við ekki einhverju taxta? Nei, sko þegar ég byrjaði til sjó sko á vetrarvertíð, þá var fyrsta helgafríð, sem sagt sunnudagur, fyrsti sunnudagur eftir miðjan apríl sko. Það var janúar, febrúar, mars og miðjan apríl og þá var fyrsti sunnudagur fyrsta helgafríð okkar. Þannig að, og engi kvartaði. Það var vitnað í bandarískan hersöfningi áðan að maður á ekki að fara í stríði nema að hafa telja sér trúum að maður getur unnið það og ég held að það eigi við málþófið. Þessi flokkar ekki að leggja stað í þetta nema þau telja sér geta unnið þetta. Það er bara verðið þannig að komi bara ágúst og miður ágúst og ennþá eru þeir upp í pontu og það er bara ekki hægt að koma þessum málum í gegn og hvað ætlar meirihlutin að gera þá? Jú, það er neyðarheimill. Fáir vilja nota hann. Já, Guðrún Helgadóttir gerði það. Og það er Þórunn Sveinbjarnardóttir, hún er bara að rífa í neyðarheimilin. Já, en ástæðan fyrir að fólk hefur ekki gert þetta er að það verði til svo mikill íllindi inn í þinginu eftir að næstu þingvetu verður bara óbærilegur. Ég held samt að þetta sé rosalegt reynsluleysi stjórnarflokkana, hvernig það hefur ekki tekist að semja mál. Þannig að mér finnst það líka vera svona svolítið áþreifanlegt. Stundum er það bara ekki boðið upp á frið. Þau ætla ekki að semja. Já, en þú veist, það hefur margt gengið á í tíð fyrirverandi ríkisstjórnar sem var bara list og baku tjöldin, sko, en núna er þetta allt komið á sviðið. Svo ég segi það líka, maður finnur alveg fyrir því að það er ákveðið reynsluleysið annað. Já, svo er miklir hagsmunir undir hjá þeim sem er haldið upp í málþófinu, eða þeirra, vaklandi, að það er bara, ekki hægt að gefa henni svigrúm, ekki hægt að falla frá andúfunni gegn veiðigjöldunum og öfugt. Hinn megi ekki bakka út því. Já, það er eitthvað þrjóska. Þannig að þetta er svona bara gambítur. Stálunistinn. Já. En við höfum þá eitthvað að gera í sumar, ef við fyrum ekki til útlanda þá. Já. Getum við haft á alþingisráðsina í allt sumar og haft gaman af. Sumt er gaman, sko. Já, þetta er alveg dreflegir, sko. Ég held að fjari svolítið, við vorum held ég fyrir viku síðan eða 2 vikum, þá vorum við að tala að þetta var ennþá alltaf fyrsta frétt, sko, þrátt fyrir ástandið í milli Ísrael og Íran og miklu stærri fréttir, eitthvað að Borgþór hafi komið upp í pontu og kvartaði yfir fundarstjórn forseta. En mér finnst þetta að vera svona aðeins að fjara, þetta er komið svona í 4. frétt og þannig að við getum ekki verið og látið eins og málþóf í þinginu sem stórfrétt dag eftir dag, það er bara þykisturleiti. Það er eiginlega engin frétt. Nei, og svo er ekkert RÚV fer niður á þing og koma 2 þingmenn sem eru undir meiði og það er svona 20 sekúndur og svo hinn líka 20 og það var í gær eða fyrir þetta sem eitthvað sagði, má ekki segja aðeins meira hérna, sko. Þannig að ég er ekki skil, ekki neinu þessu umfjöllun sem er... Segur maður getur komið bara á samstöðina, það er nú tími. Ég myndi líka vilja sjá meira umræðum bara þessi hagsmunatengsla, því það er aðeins fjallað það í fjölmiðlum, en það mætti alveg kafa dýpra ofan í bara þá sögu og af hverju þessir flokkar eru að halda upp í rauninni þessum, eða þú veist, eru með þessa framkomu, af hverju þau vil ekki samþykja þetta, hvað liggur þar að baki og fara aðeins alltaf bara í söguna. Ég held að það væri mjög athyglisvert að fá meira frekari greining á því, ekki bara eitthvað, þeir eru í málþófi, þeir ætla ekki að samþykja. Það er bara nauðsynlegt, þú veist, af hverju? Jens Garðar Helgason, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, hann var formaður samtaka fyrirtæki sjávarútvegi og varaformaður samtaka atvinnulífsins. Guðrún, formaður Sjálfstæðisflokksins, var formaður samtaka iðnaðarins og varaformaður samtaka atvinnulífsins. Þau koma bara Borgartúni 35, B35 og þar eru hagsmunir, verið að verja hagsmunir á 5 hæðum, sko. Það eru lobbyistar á 5 hæðum í þessu, hafa þetta hlutverk að verjast. Sjálfstæðisflokkurinn er bara firmalið Borgartúnsins. Já, ég sagði það. En þannig að það fólk er með þetta, sko, þessa velunnara sína á eftir sér. Og þau eiga bara, þeim er allt á forræðið. Ég held að þau eiga enga leið tilbaka. Þetta er alveg stál í stál. Það þarf kannski bara þátt B35? Já, það væri, ég væri hrifinn af því. Ég er búin að segja þetta svo oft, þetta B35. Já, marga myndir að svo sem er húsatvinnulífsins og svo þetta bara lobby á öllum hæðum. Sem hefur haft gríðarlega áhrif á lagasetningu á Íslandi. Já.
Og kannski ástæðan svo hvað þetta hart núna, þau eru vöndi að fara með völdin og núna allt inn að koma þetta sára saklaust frumvarp, sko. Þetta hækkar, þetta valla mælist í, sko, reikningum stórútgerðarnar. Þetta svo lítið sem verið að ná og alls ekki einhverju endanleg, orustöðum á hverju auðlindina. En samt þessum svara alveg með, sko, stjórnlausri hörku, sko. Já, en það líka, sko... Það líka málþófi auglýsingatímanum. Já, lengsta auglýsing ásins þegar Heiðrún Lind fer að tala lausagöngu katta. En sko fyrir sveitafélög, það sem að, sko, það verið að tala það, Skinnið Þinganes sem yfirburða fyrirtæki á Höfn í Hornafirði. Það byggði bara fótboltahús. Og ég held að reyndar að það hafi verið Alcoa sem byggði fótboltahús á Reyðarfirði og þessi fyrirtæki að leggja í sjúkrahúsinu, samfélagsleg ábyrgð. En þá bara, já, en eiga þau að taka ákvörðuna. Er það rétt að forstjóri stærsta fyrirtækisins, hann ráði vegferð sveitafélagsins en ekki kjörin bæjarstjórn? Þannig að íbúum finnst kannski eins og því standi þakkarskuld við eitthvað stór fyrirtæki í nærsamfélaginu og auðvitað bara staða sveitafélagana misjöfn en kannski hafa sveitafélagin ekki alltaf burði til þess að fara í allavega uppbyggingu sem þau myndu vilja fara í og þá auðvitað kannski eru einhver svona fyrirtæki sem sjá fyrir sér að geta stíið þarna inn og fá, þetta oft snúið, kannski svona minni sveitafélögum en ég held að svona stóra spurningin sé mitt bara hvernig sveitafélög geti í rauninni farið allavega uppbyggingu sem þið vilja fara í, af því að tekju möguleikarnir eru ekki beint... En ef kæmi sko aðstöðugjöld. Einmitt, en við getum í rauninni sveitafélögum, við getum ekki ákveðið í bæjarstjórn eða borgarstjórn að við viljum leggja á einhverja nýja svona gjaldtöku og þarf alltaf að fara í gegnum þingið og þar hefur verið gefið út að það verði ekki farið inn eina breytingar hvað varðar skatta. En mér finnst alltaf bara mjög athyglisvert að ræða möguleika sveitafélaga til þess að afla sér tekna. Erum við ekki sammála að það margt að í samfélaginu og samfélag er bara vanfjármagna þannig að það þarf að sækja peninga. Það getur máli fyrir sveitafélagin að hafa sjálfstæða tekjustofna. Já, svo það, já. Já, það þarf að styrkja tekjustofna sveitafélaga. Við höfum talað gistináttargjaldi til dæmis langa lengi að það rennir til sveitafélagana. Við höfum líka rætt að sko að kolefnisgjaldið sem náttúrulega bara verið að fasa út núna, koma ný gjöld, að það hefur til dæmis ekki runnið til sveitafélaga, samt náttúrulega mesta umferðin á höfuðborgarsvæðinu. Akkur má ekki skoða það. Við höfum auðvitað að tala fjármagnstekjur, að skattur renni þá líka til sveitafélagana. Þannig að og síðasta ríkisstjórn var að skoða það. Þannig að það væri óskandi að núverandi ríkisstjórn myndi fara og þá framkvæma það sem við erum alltaf að tala Svo alltaf þessi málaflokkar og þessi eilífa tókstrita ríkis og sveitafélaga að það fylgir ekki nægilega mikið fjármagn með þegar Alþingi ákveður og setur lög að sveitafélaginu að gera eitthvað. Og nú er ég búin að vera nokkuð lengi í þessu og mér finnst ennþá vanta upp á þetta samtal. Það til dæmis í Danmörku þá það er ekki nema með samþykki sveitafélagana að það eru gera stóra breytingar sem að varða þau beint. Sveitafélögin hafa í rauninni vetorétt. Þau geta sagt, nei, við viljum þetta ekki, það eru útfæra þetta betur og þá getur þingið ekki farið í gegn með einhverjar breytingar sem að sannarlega varða kommununar. Og mér finnst alveg það með að vera einhvers konar vendill, fyrir okkur og eitthvað svona vinnulag í þessu samtali, af því að við erum náttúrulega bara framkvæmdavaldshafar hér og eigum að gera það sem löggjafinn segir okkur að gera. En það sem ég kannski finn líka í umræðinu núna og sérstaklega það sem að kannski er orðin svona meiri pólusring á höfuðborgarsvæðinu, þar sem að við erum með orðin svona vinstri meirhluta í borginni og svo er þetta svona mjög langt til hægri, allavega í Kópavogi og við vitum alveg hvernig Hafnarfjörður, Mosfellsbær eða allavega Hafnarfjörður, Garðabær og Kópavogur og Kópavogur hefur færist talsvert meira til hægri og það er alltaf verið að tala þetta að lækka fasteignaskatta og lækka skatta og lækka álögur en á sama tíma þá eru gjaldskrárnar í botni og og til dæmis bara eins og með leikskólagjöldin og fleira þar sem að búið að hækka nánast helming á þessu kjörtímabili með þess að þó hægri flokka
gjaldskráin til dæmis bara sko skipulagsmál sem hefur þetta áhrif á húsnæðisverð og bara heilt yfir alla húsnæðisuppbyggingu. Þau eru búin að fjölga sko liðum í gjaldskráni ég manna ekki 20 eða 30, þannig að þú veist það alveg, og ég veit að verktakarnir... Það er eitthvað sem þurft ekki að greiða beint fyrir áður? Nei, það þarf að greiða fyrir núna, já, miklu meiri sko, þannig sem við vitum að það mun fara inn í húsnæðisverðið og svo er náttúrulega líka bara þessi stefna að bjóða upp alla lóðir til hæstbjóðanda sem hefur auðvitað líka áhrif á þá íbúa sem hafa möguleika á að flytja í þessi hverfi og þessa reiti sem verið að hvort sem það eru vassenda hvarfið sem er að brjóta nýtt land eða þéttingareitina. Fólk eru ræfin og enda að greiða þetta tilbaka. Já, en sko sum líta... húsnæðislán eða leigu. Já, þegar þetta fer svona gegnum þennan lið, ég er nú búin að heyra í fjölmörgum sem að fengu þarna lóðir og þeir segja sko þetta verður ekki fyrir hvern sem er að flytja þarna í þessi hérna hús og svo fannst mér áhugaverðast núna þegar að kom ljóstan í bæjarráði bara í síðustu viku að hérna að í úthlutuninni núna í síðasta áfanga þá sóttu svo fáur einbýlishúslóðirnar, þú veist þær fóru ekkert út en þú veist þá spyr maður sig. Er það nýtt alveg? Já, það er alveg nýtt sko og þær fóru ekki út, þær lóðir, en þá spyr maður sig líka sko vegna þess að nú er búið að vera undanfarin ár eins og ég og Lífi, náttúrulega búin að vera alltaf lengi í þessu, við erum búin að horfa upp á það að hérna það búið að vera að reyna að mynda einhverja svona húsnæðisskýrslur fyrir sveitarfélögin sem að taka svona stöðuna, greina þörfina, hvað eru biðlistar, þú veist, hvernig íbúar, hverju vantar húsnæði, hvernig eigum að gera þetta og hérna svo kemur skýrslan, en svo þegar kemur að úthlutun, loksins þegar eitthvað tækifæri, þá er ekki horft á þetta. Þú veist, þó séu sagt að sko að 30% íbúa og Kópavogsbúa þurfa einhvers konar ívilnanir, að þurfa húsnæði góðverði, en það var ekki horft á, það er bara boðið upp til hæstbjóðanda og hérna og svo, þú veist, er eitthvað svona átaka vegu ríkisins sem svo síðasta kjörtíðanbili þar sem að innviðaráðandi fór gerði eitthvað rammasamningu sambandið, Kópavogur er ekki horft á þetta. Þannig að þú veist, þetta við þurfum, finnst mér finnst einhvern veginn húsnæðismáli, ég veit ekki hvort að nú er bara tæft ári kosningar til sveitarstjórna, en sko, öll þessi máli svo bæði leikskólamálin, þessar gjaldskrár hækkanir allar, húsnæðismálin og þessi stefna, þú veist, ætlum við að halda áfram að gera þetta með þessum hætti, verður bara hérna þessi hluti í kraganum, Garðabær, Kópavogur, Hafnarfjörður. Er þetta bara fólk fyrir ákveðin hóp sem að getur keypt sér húsnæði sem að kannski það er komið upp í 12-1300.000 fermetrinn, bara í fjölbýli. Þú veist, ætlum við bara að halda áfram þarna, en svo er borgin sem mér finnst að hafa staðið sér vel í að hérna tryggja þú allan þessum hluta og horfa á greiningar og tryggja þessum hluta. Nú er hérna viðskiptaráð búin að vera að gagnrýna þetta og Dagur hefur svarað vel tilbaka. Ég fylgst mjög vel með þessar umræðu vegna þess að þú veist, við þurfum að taka þessa umræðu. Við þurfum að ræða ætla þessi stóru sveitarfélög eins og Kópavogur algjörlega sitja hjá og varpa allir ábyrgð yfir Reykjavík. Algjörlega sammála þessu og Kópavogur er næst stærsta sveitarfélög á landinu og hérna þegar við horfum til dæmis á úthlutun stofnframlaga þá stendur Kópavogur sér bara gríðarlega illa með við fjöldan og hérna húsnæði sem þarf að byggja. Mosfellsbær stendur sér bara mun betur og miklu smærra sveitarfélag. Reykjavík stendur sér allra best og maður velti fyrir sig, ég hugsa alltaf ok, hægri menn eru og verða hægri menn og þeir, þú veist, ég menna, núna var Einar eitthvað að daðra við það að hérna lækka skatta á íbúi, fasteignaskatta. Fasteignaskatta 2 milljarðar á ári. Já. Og hann segir, hérna, til þess að rökstyðja það, þá segir hann, já, það skapaðist svigrúm. En ég meina hægri menn, ef þú ert alvöru hægri maður og ert til í að lækka skatta, að þá getur þú lækka skatta allt árið, skilurðu, eða, þú veist, allt kjörtímabilið. Þá skiptir það einhver máli hvort þú ert að skila afgangið eða ekki, þá viltu bara lækka skatta. Og þá þarf að koma inn tekjur hérna, til sveitarfélagsins. Og hvað gera þau þá? Jú, þeir hækka gjaldskrár. Þannig að til dæmis eins og bara grunnþjónusta eins og leikskólinn. Þá allt í hennu þeir sem að þurfa á leikskólanum að halda, þá eru þeir allt í hennu bara
sem eru oftast bara fjölskyldur Það hægri sem stefna eru þeir ungar fjölskyldur. Þeir borga sem nota. Já, ég veit það, og mér finnst þetta skapar ekki jöfnuð í samfélaginu. Þetta skekkir hægri menn stefna ekki að jöfnuð. Ég veit að bara þetta til dæmis eins og þau reyndu núna bara fyrir einhverjum vikum síðan að hækka sumarnámskeið og að smíða kofa sko 100%, þú veist, þannig að þetta er alveg rétt sem að Líf er að segja, þú veist, þetta er einhvern veginn umræðum að lækka skatta en svo hækkaði gjaldskrárnar í botn. En með fasteignagjöld, ég myndi vilja skoða sko ekki flata lækkun á alla sem að eiga íbúð eða hafa keypt íbúð, heldur skoða þetta meira út frá þeim sem eru sko nýbúin að kaupa sér íbúð, að létta kannski undir með þeim, en svo er þetta allt önnur staða ef þú átt bara íbúðina skuldlaust, það eru þetta önnur staða en kannski ung fjölskylda sem er nýbúin að kaupa íbúð og er einhvern veginn að ströggla við að greiða húsnæðislánum, en eins og ég segi þá það ekki eitthvað sem að sveitarfélögin geta ákveðið hvernig við nákvæmlega útfærum þetta, því við erum ekkert með upplýsingar bara eitthvað, já, þessi nýbúin að kaupa, þessi á, þú veist, 10% í eigninni sinni, þessi á hana skuldlaust, en í allri svona umræðu í rauninni flata skattalækkun að þá finnst mér að við ættum að fara lengra og ræða bara, ok, viljum við kannski létta á byrðinni sem að ákveðnir hópar finna fyrir, eða ætti þetta að vera bara flöt skattalækkun á alla og mér finnst það líka með eins og skattlagning á atvinnuhúsnæði hjá sveitarfélögum, þú veist, maður vill auðvitað taka tillit til þeirra fyrirtækja sem eru lítil og eiga bara í erfiðleikum með að kannski sinna rekstrinum, en það er kannski eðlilegt að skoða með þessi stærri fyrirtæki, er einhver leið sem við getum komið inn þar, en það er ekki einmitt eitthvað sem sveitarfélögin geta ákveða að hafa eitthvað þrepaskipta skattlagningu eða eitthvað þannig, en mér finnst það áhugaverð samræða við og höfuðborgarsvæðinu vera svolítið saman sko, því að ef við værum með fyrirtæki í Reykjavík og þá kem allt í einu sko lægri fasteignagjöld annars staðar. Þetta hefur nú einhverju verið svona. Þetta er ekki eins alls staðar. Nei, hvernig er þetta í Kópavogi? Fasteignagjöldin, það eru til dæmis ekki úrgangsgjöldin reiknuð inn í fasteignagjöldin hjá ykkur. Já. Er það þannig? Já. Ok. Fasteignagjöld eru vondur skattur. Hann leggst á bara virði húsnæðisins án tillit til þess hvort að þú eigir mikið í því eða ekki. Þannig að sá sem á eigið fé bara upp á 10%, hann þarf að borga raunverulega miklu hægri skatta af sinni eign heldur en sá sem á þetta skuldlaust. Svo líka við höfum bara verið að reka eignarstefnu á húsnæðismarkaði langa lengi, þannig að það var ekkert, ég man eftir því ég kaupi mitt húsnæði, fyrsta húsnæði árið 2000, þá er ég 26 ára gömul og er að fæða mitt fyrsta barn og hugsa, já, nú þarftu við að festa ráðið líf og það var ekkert, það voru engin tækifæri fyrir mig, ég hef búin að vera lengi á leigumarkaði, það var mikið óöryggi og ég hugsaði þetta er eina öryggi sem ég get boðið barninu mínu upp á. Og fyrir bara mikla mildi að þá var Jóhanna Sigurðardóttir þá búin að leyfa þessi 90% lán. Þannig að ég kaupi húsnæði og kannski svona eftir á að hyggja hafði ég ekkert endilega efna á því vegna sem ég var bara í 3 vinnum og ég var í háskólanámi og ég var með lítið barn og þetta var íþyngjandi sko. Og staðan hjá ungu fólki í dag er svo að þau þurfa að eiga sko marga milljónir til þess að greiða út eða þau ætla að eignast sitt húsnæði. Og svo erum við samt með óstöðugan leigumarkað þar sem að já, ég ætla líka bara að nefna varðandi atvinnuhúsnæði og Laugavegi. Það er engin tilviljun að kaupmenn er að fara. Það vegna þess að leigan er íþyngjandi. Það er dýrt að leigja. Og þannig að við þurfum líka að vel vandlega hugsuðu máli ef að við ætlum að lækka á atvinnuhúsnæði, skatta og atvinnuhúsnæði, þá verður þeirra að vera einhvern veginn þannig að þessi tryggt að leigusalar eru ekki bara sko með einhverju okur leigu, skilur við að það skili sér einhvern veginn út í samfélagið til hagsbóta fyrir okkur sem að verslum við kaupmanninn sem að hefur sitt lífsviði væri að því að selja eitthvað eða veita þjónustu eða hvað það er. Þannig að hvernig getum við tryggt þetta? Það er líka svolítið kalleikur sem við allan höldum á hér að þegar við tökum einhverja ákvarðanir sem eru ívilnandi eða skiluru, þá verður það að skila sér til samfélagsins í einhverju formi. Ég var að benda á hvað þetta var ósækjart skatt þetta því að Sanna var að segja að það verður að horfa á það til dæmis að þú borgar ekki fasteigngjöld kannski fyrstu 5 árin og svona ívilnanir vegna þess að þessi skattur er
er ósanngjarn og ég meina í velferðarkerfi þá skattlagning á einstaklinga oft þannig að þú borgar meira þegar þú ert orðin skuldlaus og þú ert með minni framfærslubyrði þegar börnin eru komin að heiman og það eitthvað leyti flutt ívilnanir til þeirra sem að koma eins og þú varst 26 ára með mikla framfærslu, kemur kannski skuldlu námi og átt ekki peninga inn á húsnæðismarkað. Þetta bara hluti af eðlilegu heilbrigðu velferðarkerfi að flytja fé frá þeim sem eru betursettir til þeirra sem að þurfa stuðning og þetta bara fjárfesting í samfélaginu að barnafjölskyldunar sé ekki í 3 vinnum með linnulausa afkomu kvíða. Við viljum að börnin okkar alist upp í þokkalega öryggi. En þessi svona hugsun bara dó einhvers staðar sko. Að núna allt í einu verið að tala þetta sem svo ósanngjarnt ef að allir borgi ekki bara sama fasteignagjöldin án tillit til hvað það skulda mikið. Líka þessi umræði mitt, þú veist, viðskiptaráð er að gera glæpsamlegt að við sem að byggja húsnæði bara fyrir fólk. Óhagnadrifið og þetta er sett einmitt þannig fram að þetta sé eitthvað svona nú er þessi hópur sem að færi eitthvað meira en aðrir hópar, þetta er svo fáránlegt hvað við erum komin á þetta stig að það þykir bara eðlilegt að setja fram svona röksemdafærslu í gæsulöppum því þetta er náttúrulega engin rök að það sé eitthvað svona óeðlilegt að hið opinbera sinni skildu og fara einhvern veginn að starfa með þeim sem eru að byggja og bjóða upp á óhagnadrifið húsnæði. Þannig að ég er bara mjög ánægð með þau skref sem við erum að taka núna í samstarfinu í Reykjavíkurborg og bara vona að við getum tekið nógu stór skref þannig að við getum fest eitthvað í sessi og það er bara athyglisvert að sjá hvað kemur út úr vinnunni þar sem að verkalýðsfélögin er að skoða hvort það sé hægt að fá aðkomu lífeyrissjóðanna með einhverjum hætti og ég held að það sé alveg eitthvað sem að við ættum að vera opin fyrir og bara tryggja að við séum með að bjóða upp á meira óhagnadrifið húsnæði og við ættum kannski að fara að snúa orðræðinu við og tala hvað skrítið að vera með hagnadrifið húsnæði. Af hverju eru að hagnast á frumþörf mannsins til að útvega sér skjól? Svo vil ég bara Reykjavík byggja sjálf sko. Stígi inn á þennan markað og sé gera. Byggingafélag Reykjavíkur. En við varandi tekjurnar að ég myndi vilja sjá sveitarfélögin koma saminuð á móti ríkinu og bara vilja fá tekjur. Nú er verið að tala um veiðigjöld og miðst allir að sveitarfélögin segja að við erum að fá helminginn af þeim allavega. Sérstaklega kannski sveitarfélög sem að hafa orðið fyrir barðinu á kvótakerfinu og mist frá sér kvóta í einhverju braski, í einhverju einkaaðila. Ég man eins og var ég í SA að þá var ég að fá sveitarfélögin til þess að koma saman það að gera kröfu að fá áfengisgjaldið með þeim rökum að ríkið að selja þetta eitur og það veldur gríðarlegum skaða út í samfélaginu meðal annars félagslegu vanda og á hverju lendir félagslegu vandinn. Hann lendir á sveitarfélögunum. Á hverju fáum við ekki bara 30% af áfengisgjaldinu? Mér finnst að skipta máli að sveitarfélögin hafi svona sjálfstæða tekjustofna en sé ekki í einhverjum svona samningum aldraða eða öryrkja að fá einhverja svona ótilgreinda upphæð frá ríkinu sem er hálfgerð svona ölmus einhvern veginn. Það skiptir mjög miklu máli fyrir okkur að sveitarfélögin séu í alvörunni sjálfstæð með sjálfstæða tekjustofna. Ég er algjörlega, ég get tekið undir þetta og ég segi líka sko ég er engin sérstök skattpíninga kona. Ég meina auðvitað lækka ég skatta ef að tilefni til. Af því að skattar eru auðvitað leggjast á okkur öll eftir hlutfalli hvað við þénum. Og ég meina ef við lækkum skatta á bara stúdenta og einstæðinga og eitthvað svona þá er það náttúrulega gott fyrir þá, ég er ekki að segja það sko en við þurfum alltaf að horfa á þetta í einhverju heildrænu samhengi hverju sinni hvar það á að býta og það er pólitík og þá segja ég það er pólitík hvernig við leggjum skatta á og hvenar við gerum það og hvað við gerum við peningana og hvað við gerum við peningana vegna þess að þetta eru sameiginlegir sjóðir og þá eru við til dæmis með eitthvað að skýra sínum í hvernig við hefum að verja okkar sameiginlegu sjóðum og það er bara uppbygging í skólakerfinu, það er uppbygging í heilbrigðisþjónustu við íbúa og svo framvegis. Ég meina ég held að við getum verið sammála um það hvað við þurfum að verja í samfélaginu. En ég ætla að segja að ég er engin sérstök skattpíningakona en ég myndi gjarnan vilja fá styrkari tekjustofna til sveitarfélagana. Og mér finnst bara dæmi sem að þú nefnir, mér finnst þau bara mjög góð og kannski við bara verðum með álítun í borg. Það er allavega að búa að stíga einhver skref núna með þessar ríkisstjórn sem við gerðum strax. Það er sem börn með fjölþættan vanda. Það var leyst, já. Það var leyst, já. Og svo líka að hluti sveitarfélaga uppbyggingu hjúkrunarheimila. Akkurat. Þannig að það er búið að taka einhver skref í þá átt að sveitarfélögin í þágu þeirra. En svo finnst mér líka að við má halda ögn áfram með þessi húsnæðismála því að mér finnst við vera í svo mikilli kreppu með það er fór af stað mjög skýr stefna varandi þéttingastefna með svona
góðum samgöngum og hérna átt að búa til svona lýðheilsu samfélag þar sem er að koma fólki svolítið svona á hreyfingu upp úr jörðinni. En svo gerist það líka sérstaklega allavega í Kópavogi því nú fyrsti hluti borgarlínu til dæmis í Kópavoginum og þar er þessir þéttingareitir eins og á Fannborgarreitnum og út á Kársnesi. En þá fer það svona milli fjárfesta og endar á því að verða alveg óbúslega dýr þannig að menn eins og í Fannborginni menn lenda bara einhvern veginn í einhverju slæmu ástandi þannig séð og þurfa að breyta þessu húsnæði í svona lúxusíbúðir, þú veist, með svona gólsíðum gluggum, þetta tekur einhvern smá breytingum, þessi reitir, það var að vera að fækka íbúðunum, það var að gera það stærri, gera meira svona lúxus eins og út á Kársnesi, þá voru svona líka stærri geymslur fyrir þessa, böggibíla eða hvað þetta sko, þú veist, en á sama tíma erum við að vinna með þessa hugmyndafræði borgarlínu og blandaða byggð og fá fjölbreytileikann fyrir alls konar hóp. Og það þarf að taka mið af því að einhver prósenta með ólíka tekjur og en sko, mér finnst það, ég upplifið núna, allavega ég horfið á í Kópavoginum og mögulega líka bara í stærra samhengi, að mér finnst við vera svolítið að keyra út í skurð með að fara af stað með borgarlínu en við erum ekki að styðja við það í skipulagi. Já, það sveitafélagsins. Já, sveitafélagsins sko. Þannig að ykkar sko. Já, það það, en sko, þannig að það svona, mér finnst þetta þessi stefna að vera pínulega svona leiðtogalaus. Já, mér finnst vond að heyra þetta. Já, þetta leiðtogalaus stefna sem að, þú veist, þetta bara svona dinglar áfram. Jú, það búið að bjóða að brúna út, þú veist, það svona eitthvað aðeins að gerast, en uppbyggingin einhvern veginn svona hefur breyst, þetta bara eins og í Fannborginni, það búið að fækka þetta 10 íbúða, gera það stórar, en þú veist, hvaða skilaboð það upp á vatnsendareitnum hjá okkur? Að það lóðurna fari ekki svona út undir sérbíli. Það þarf að vera náttúrulega heildarsýn til lengri tíma, eitthvað svona plan sem að gengur upp til lengri tíma. Já, en hún fjara út. En þetta samkomulag sem að við gerum öll sveitarfélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu varðandi uppbyggingu á þéttum ásum við borgarlínu. Já. Og það á að vera fjölbreytt húsnæði, helst þannig að þú getur komist til og frá á þess að eiga bíl. Það líka mikið frelsi fólki í því að þurfa ekki að reka og eiga bíl. Og það var stór hópur sem vill það. Það líka frelsi að eiga bíl og geta keyrt í vinnuna, segja sumir. Eða hafa aðgengi að bíl, það líka ákveð. Það þarf að vera option. Það þarf að vera þessi valmöguleiki og með borgarlínu erum við að auka þetta valfrelsi fólks. Þeirra sem að vilja eiga bíl komast ekki af án þess að eiga bíl og þeirra sem að þurfi ekki eða vilja ekki eiga bíl. Við sjáum og lítið þessari borgarlínu nema bara einhverja rosalega byggingar hérna, við erum í Bólholtinu, það er verið að byggja hérna út allt. Já, en samgöngusáttmálinn snýst ekki bara borgarlínu, hann snýst líka stoppvegi, hann snýst hjólastíga, þú veist, hann er miklu stærri en bara eitthvað þetta borgarlínan, sem að eru náttúrulega bara sko sérvagnar á séragreinum. Sem að fara hratt og örugglega milli staða og hann kemur 10-12. Ég hef mestar ágjör á uppbyggingu húsnæðis í kynningum þessa hugmyndafræði. Og líka með sko þéttingu, það er víða þetta þétta og mjög mikilvægt að þú sért að byggja þannig og sért nálagt bara með alla helstu verslun og þjónustu í nær umhverfinu, það er mjög mikilvægt, en á sama tíma þá með eigum við, þú veist, það þarf að útfæra þetta vel, bara gæði hins byggða að þetta sé ekki óþétt, hvað varða bara sólarljós og aðgengja grænum svæðum og það að maður sé kannski ekki að kynnast nágrænum sínum, þú veist, þetta er orðið svo rosa þétt stundum að maður spyr sig sko, þurfum við aðeins að endurskoða eða aðeins að taka stærri heildarsýn á hlutum í framtíðinni. Það var arkitekt sem bentu á uppbyggingun á Heklureitnum sem dæmi gerðum að þarna væri stéttaskipting fest inn í sessi í húsnæðisbyggingu. Í húsinu, já. Af því að þeir sem að byggja á efstu hæðinni hefur náttúrulega frábært útsinni og svo kannski tvær neðst og síðan verður alltaf verra og verra. Og það var ekki bara út á ljósi, þetta er líka út á hávaðanum af því að sko, byggðin er mjög nálagt götu. Og það er bara, kannið þú þetta, það er bara arkitektar og skipulagsfræðingar eru byrjað að tala gegn þessari stefnu, þetta er þessi bara heilsuspillandi húsnæði út af hávaða og ljósleysi, en við séum bara í alvarlegri einhverju keyra út í skurð. Svo erum við samt í Vesturbænum og við erum með Verkó sem stendur náttúrulega bara við Hringbraut, skiljiði, og við erum með mjög fjölbreytt húsnæði í Vesturbænum og það er oft mjög þétt, ég meina tökum líka bara miðbæ. Það er ekki ástæðan að endurtaka mistök. Ég man eftir að maður sem bjó í Miklubrautina var að óska eftir að hann yrði sko gerður heyrnarlaus af því að hann var að vera geðveikur á hávaðanum. Það var áður en að þrefaldaglerið kom.
En ég minna ekki endurtekið sömu mistökin, sko. Nei, ég algjörlega sammála það. Það snýst að þú getur ekki opna glugga í húsnæðinu svo fyrir því. Já, við þurfum að liggja yfir þessu og gera hlutina fallega en líka þannig að þið kosti ekki hvítun úr augunum á okkur, sko. Og það fer algjörlega vel saman, sko. En við erum samt líka búin að gleyma því hvernig við byggðum eins og gamla miðbæinn okkar, eða gamla miðbæinn, annars að segja eitthvað nýr miðbæinn, jú, já, ekki Skeifa nýjum miðbæinn okkar. Nei, ég segi svona, en miðborgin til dæmis ótrúlega þétt. Bara mjög þétt. Ég meina, þú ert í litlu krútlegu húsi og ég meina, þú sér bara inn gluggan til næsta manns. Það líka þéttleiki, sko. En við einhvern veginn sættum okkur betur við þann þéttleika heldur en á nýbyggingarreitum. Já, það gerum við líka. Það er búið að þétta það líka, búið að byggja á öllum baklóðunum á Njálsgötu og Grettisgötu, það er búið að þétta miðbæ enn frekar. Já, ég veit. En mér finnst ekki kannski ég varpaði þessu fram en mér finnst þið vera svolítið svona á einhverju stíi þar sem að þarf einhvern veginn að grípa inn í með einhverju meiri festu ákveðna framtíðarsýn og ég bind mikla vonir við það. Ég veit að það er húsnæðishópur starfandi á vegum þessar ríkisstjórnar fór að staða strax held ég þegar að þessi ríkisstjórn tók við og ég vona það. Þið ekki frétti Theodóra, það er búið að vera húsnæðishópar á vegum húsnæðisráðherra sem elstu menn muna. Já, en það er aðri Ragnar Þór og Dagur B. Það eru öðruvísi valdhafar núna í gangi. Þannig að ég ætla allavega að vera vongóð það en sko við verðum líka alveg að viðurkenna það eftir að Dagur fór úr borginni að þá hefur þetta svolítið allavega það hefur ekki, ég finn ekki mjög skýra sýn á höfuðborgarsvæðinu lengur. Men þetta var náttúrulega haldið á þessu á vegum SSH. Núna hafa menn eins og Almar í Garðabæ, bæjarstjórinn og bæjarstjórinn í Kópavogi talaði það að þegar allir sér til dæmis Kópavogsbær ætlar að fara upp í Gunnarshólma með eldri borgarna. Sem er vatnsverndarsvæði? Já, sem er vatnsverndarsvæði. Þú veist, það er svona, það nú að fara að auka, nú að fara að opna á þetta þessi vaxtamörk. Gott að vel að gera það og skoða að gera það en ekki út frá einhverjum svona sérhagsmunum eins og með Gunnarshólma. En sko, þarna er svona aðeins að slitna út úr þessu einhver ákveðni hugmyndafræði en mér finnst vanta einhverja þá þurfa að fara einhverja nýja stefnumótun. Getum við ekki snúið þessu við? Við erum með cirka 35%, 40% sem á að vera við uppfærið með húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar og það er bara fest skýrt í sessi að 35% að minnstakosti af nýjum íbúðum með að vera óhagnaðardrifið á félagslegum forsendum. Og þar inni er cirka 5% félagslegt. Er ekki bara þetta að snúið þessu við og tala að hagnaðardrifið megi ekki vera meira en 30-35%? Ég meina maður ekki bara snúið þessu við. Af hverju erum við hagnaðardrifið húsnæði? Það er svo erfitt í sveitarfélögunum í kring borgina. Einu vandamál sem að fæst eiginlega aldrei til umræðu. Það er að við erum með höfuðborgarsvæðinu sem er bara einn bær. Það er þetta með Hafnarfjörð, Garðabæ, Kópavog, Seltjarnarnes, Reykjavík, Mosfellsbæ. Er þetta ekki tóm vitleys? Ég veit að kannski þið sem eru í bæjarstjórnum og borgarstjórnum vilja hafa þetta svona. En ef við myndum spyrja almenning hérna sem býr hérna á þessu svæði, haldið þau vilja hafa þetta svona? Nei, og þetta er mitt hjartansmál. Ég hef alltaf talað um það að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu þau eru allt og mörg og auðvitað á þetta að vera 1 eða 2 mögulega sveitarfélög vegna þess að koma auðstundum upp svona vitleysis-mál eins og núna þegar að Garðabær leggur á stað með það að ætla að setja hringrásargarði iðnaðarhverfi upp í ef við erum byggðu Kópavogs, það sem hesthúsin eru og það sem útivistarsvæðin okkar eru og vatnið og allt það. Guðmundarlund og þar? Já, þar fyrir neðan. Og það er alltaf að setja iðnaðarhverfi og þeir eru komnir á stað með það inn í svæðisskipulagsnefndina. Það sem á núna að fara að gera einhverja vinnslutillögu það. Ef að sveitarfélaginu höfuðborgarsvæðinu, ef þetta væri eitt sveitarfélag, þá myndi þetta eina sveitarfélag aldrei ákveða það að setja iðnaðarhverfi þarna. Nei. Líka undirbúa Álsnesið sem grænan iðnaðargarð og fleira okkur ekki þetta samtal sko. Ég veit að það þarf einhvern veginn að skoða þetta meira og betra og starra samhengi. Þetta væri svo kjöri fyrir séreign, bara fyrir íbúðarhúsnæði. Þá að skoða náttúrulega eftir þarfagreiningu vegna þess að mér finnst við að það skortir alltaf einhvern veginn allavega í Kópavogi og í Garðabæ. Ég veit hvað þeir að gera í Reykjavík, við horfum oft til þess. Það þýðir ekkert að tala um það í Kópavogi. Þú veist, það þarf náttúrulega að fara í einhverja þarfagreiningu hvers konar húsnæði við eigum að byggja og til dæmis bara eins og fyrir ungt fólk ég held það eins og í Kópavoginum það verður
verulegu vandi að fá ungt fólk í Kópavoginn eftir nokkur ár. En núna Reykvíkingar 145.000 og bara þannig ég mikil talskona þess að við séum einmitt að halda þjónustunni í nærsamfélaginu, þannig ég myndi kannski freka vilja skoða bara hvað sveitafélagin geta unnið meira saman, sameiginlega einhverjum verkefnum án þess að sé endilega sameining allra sveitafélagana á höfuðborgarsvæðinu. Það auðvitað bara mikilvægast að við viljum hlutina út frá því sem að bara íbúar vilja og íbúar kalla eftir sameiningu. Þá það er bara gera með yfirstjórn og svo ertu bara með hverfisstjórn í Breiðholtinu og Grafavoginum og þeir eru nú ánægðir með það í Grafavogi að fá sína eigin stjórn. Stór kaupmannahafnarsvæðið er yfir 1 milljón manns sem að búa þar. Það er með þess að nokkrir borgarstjórar. Já, og þar eru 7 borgarstjórar. Þú ert með 1 yfirborgarstjóra og það er formaður sem sagt, formaður þá borgaráðs. Þá væri ég sem sagt aðal borgarstjóri ef að staðan væri þannig núna. Og svo eru bara formenn sinna og það er meira þess að bara þvert á alla flokka. Þannig að þú ert ekki að mynda einhvern meirihluta heldur fyrir þetta eftir fylgi flokksins þíns hvað þú tekur og hvað þú velur. Já, þannig að þetta er svolítið skemmtilegra. Þannig að þú getur verið bara með einhvern hægri mann sem er aðalborgarstjóri og svo ertu með bara gólandi vinstri mannesku þarna sem er yfir skipulaginu og ruslinu og eitthvað svona. Já, ég enda ganga uppbygging almenningssamganga töluvert betur þar en hér. Já. En ættum við ekki að vera að ræða einhvern veginn hvers konar form þetta verða á þessu því að þetta form sem er núna er eiginlega glatað. Já, það vantar dálítið kannski þriðja valmöguleikan, líta aðeins til Norðurland og sjá hvernig þau eru að gera þetta, ekki bara sameining, ekki sameining. Sveitafélög, ríki, þú veist, vantar ekki eitthvað þriðja stíð eða millistíð eða eitthvað svona. Ég stakk nú upp á því daginn að við myndum kannski sameinast Mós og Seltjarnarnesi og það var allt brjála í báðum sveitafélögum. Að við myndum fara að skoða þessar sameiningar. Ég held að það sé gott að taka allan þau skref að styrkja þá SSH, samtök sveitafélagana á höfuðborgarsvæðinu og fara í meira sem bara með húsnæðismálin og auðvitað hefur borgarlínuverkefni verið þar inni eða uppbygging almenningssamgangna en bara með húsnæðismálin, með félagsþjónustuna og miklu fleira sem við getum gert betur með því að styrkja það stig og í áttina að einhvers konar sameiningu. En svo erum við með eins og Strætó og Sorpu sem er svona samvinnuverkefni. Og ég kíki stundum á stjórnirnar í þessu. Og þetta er bara meira og minna í höndunum á sjálfstæðismönnum og framsóknarmönnum. Og þannig að styrkur Reykjavíkurborgar kemur ekki fram með að þeir eiga líklega það stóra hluti í þessu með að við bara íbúafjölda og framlag. En þeir eiga bara yfirleitt einn stjórnarmannin í þessu og maður hugsa að þetta er eitthvað svona valda framsal til þessara furðulegu sveitafélaga hann í kring þar sem að eru flóttafólk frá Reykjavík, efnað fólk sem að vill búa einhvers staðar og ekki bera félagslega ábyrgð í sínu samfélagi og hafa bara lágt útsvar eins og ég meina Seltjarnarnes eru byggst upp þannig og Grafavogur byggðist upp þannig. Það er bara fólk sem að vildi, þetta er í Bandaríkjunum er þetta út allt, þess að fólk sem að flýr svona inner city svona félagslega þjónustu freka og býr í einhverjum útkverfum stundum er það vaktað, einhvern veginn að tala að gera það líka við Arnarnesið, það setja bara hlið á Arnarnesið. Það er óskuvið ekki mann eftir. En það er mjög óeðlilegt að fulltrúar svona sveitafélaga séu kannski með meiri hlutan í Sorpu eða Strætó. Mér finnst alltaf best að vinna í einhverju samtali við fólk með þessi 2 félög sem að þú nefnir núna, Strætó og Sorpa, þetta eru BS-félög, þetta eru byggðasamlagsfélög og það er bara þá einn fulltrúi frá hverju sveitafélagi en það er náttúrulega loka ákvörðun sem oft er tekin, hún náttúrulega kemur fyrir borgarstjórn eða hún kemur fyrir sveitastjórnir. Eigendavettvanginn. Og eigendavettvanginn. Þannig að þú veist, þetta fyrir gegnum marga kanala. En hafa ekki allir neitunum allt ef að Seltjarnarnes vill þetta ekki? Jú, sjálfsögðu. Þetta er svo öryggisráðið. Já, en við getum til dæmis, svo ég nefni það bara eins og á vettvangi Strætó, við getum sagt, við viljum auka tíðin okkar hérna í Reykjavík og þessum leiðum og þá gerum við það bara. Alveg óháð hvað stjórninni finnst eða hvort að hins sveitafélögin komi með. Þá er það bara okkar útgjöld, af því að við erum búin að þarfa að greina það þannig. Og þetta er eiginlega vettvangur þar sem að eitthvað skonar samtal fyrir fram, ákvarðanir eru teknar og það er oftast konsensus að þetta er til hagsbóta fyrir íbúana, skiljiði. Það er mjög, ég ætla líka að nefna það að Reykjavíkurborg er sem sagt ein í því að hirða ruslið. Öll hin sveitafélögin hafa útvistæði. Við erum sem sagt með sorphirðuna hjá okkur. Það eru 2 sveitafélög á landinu öllu sem gera þetta. Það eru sem sagt við
og svo Rangár þing eystri eða innri, ég man það ekki, það var annarkvort þetta. Þannig að það eru allir að útvista hirðunni á landinu og maður spyr sig af hverju. Þá hugsa ég líka, getum við til dæmis að því að þetta er okkar vettvangur. Ég hef stungið upp á það því ég hef nú verið formaður stjórnar hana. Af hverju eru við ekki til dæmis að Sorpa sé bara félagi eigu allra sveitafélagana hérna á höfuðborgarsvæðinu og jafnvel kannski á suðvesturhorninu þar sem 83% alls úrgangs fellur til. Af hverju eru við ekki bara að sameinast miklu meira verkefnin og hafa þau hjá okkur? Og við stjórnum því að þú veist, í gegnum þetta félag. Strætó er búin að útvista stóru hluta af akstrinum. Það er bara einhver einkafyrirtæki sem er að keyra. Það sé 50% þegar maður heilsar strætóbílstjóranum þá maður heilsa einhverju starfsmanni í einhverju kynnisfélag, hagvagna. Sem er bara ekki svipað á ræstingafélögin. Þetta er bara svona eitthvað svona bara út. Þú getur grætt á þessu svona auðvitað. Þetta er eiginlega starfsmannarleigu fyrirtæki. Ég kannski okkur greinir pínlít á þarna varandi hirðuna okkur lífa því að sko ég man ekki, það var heldur 2016 þar sem við komum út ný skýrsla úrgangsstjórnum á Norðurlöndunum og þá var talað það að til að ná hagræðingu í rekstri í sorphirðu og meðhöndlun að þá ætti að bjóða út eins mikið og hægt væri. Það var allavega einhver niðurstaða frá samkeppniseftirlitum Evrópu, minni mig, það var komið eitthvað sliðis. En að því að sko eftir að Sorp varð afurð og það var að búið til verðmæti úr þessu, að þá lítur þetta kannski ykkur öðrum lögmálum og líka út frá því ef að sko sveitafélögin öll á höfuðborgarsvæðinu ætla að vera kannski með samráð og samsildar aðgerðir það að hvernig þeir ætli sér að útvista eða taka þessi verðmæti bara til sín og gera úr þessu eitthvað, þú veist, er það ódýrast eða er það réttast eða þú veist, þetta er eitthvað hugmyndafræði sem að við þurfum líka að skoða, en ég veit að núna nýverið þá breyttu öll sveitafélögin örugglega ekki, borgin hefur haft það þannig áður, en það voru samþykktir sveitafélaga meðhöndlun úrgangs voru breytt með þeim hætti okkur ber skylda til þess að fara með allt sorp inn í Sorpu. Þú veist, það er jafnvel þá bjóðum út jafnvel þá bjóðum út hirðuna, bíllinn kemur heim til þér og hirðir það, þá ber þið skylda að fara með það inn í Sorpu og við meðhöndlu það. Ég hafði pínu efasemdir meira að segja það. Þú veist, hvort að það væri rétta leiðin. En vandinn alltaf við þetta er að þeir sem ætla að hagnast á sorphirðinu þeir taka bara úrgangsflokka sem eru verðmætir og skilja hitt eftir og það lendir síðan alltaf á sveitafélaginu. Þannig að ég segi, sko, af hverju erum við ekki frekar að sameinast við getum ná mikillega hagkvæmni ef við erum að reka sveitafélaginu og höfuðborgarsvæðinu hirðubílun okkar. Skilur við getum samráð tökuna miklu betur. Við getum jafnvel fjölgað, eða þú veist, aukið þjónustuna. En á meðan þá eru sveitafélaginu að útvista þessu til ólíkra aðila. En sveitafélagin bera alltaf ábyrgð á því að taka við því sem að fellur til og koma því í réttan farveg, hvort sem að það er gamall skengur eða skítablega, sko. Og líka hagræðingin er alltaf tekin út einhvers staðar frá. Þú veist, þegar það verið að tala að ná fram einhverju svona hagræðingu og fara að útvista að það sé ódýrara, alltaf því það bara einhver fær minna að borga til dæmis fyrir að sinna þessu, þannig að mér finnst að við eigum alveg að nota bara svona hugtök bara á mannamáli, þú veist, ekki endilega útvistun og hagræðing, heldur bara við erum að fara að borga minna með því að semja við fyrirtæki sem að greiðir jafnvel lægri laun en ef við værum með fastráðna starfsmenn hjá okkur að sinni þessu og mér finnst þetta líka snúast hvað þekking er til hjá sveitafélaginu. Núna á næsta borgarstjórnarfundi að þá sem sagt sjálfstæðisflokkurinn í borginni samþykkja tillögum að útvista heilbrigðiseftirlitinu. Þannig að þetta opnar á eins og Líf talar þú veist hvaða verkefni ef að þetta yrði samþykkt, hvaða verkefni verða þá eftir hjá sveitafélaginu sem eru kannski kostnaðarsöm og mikilvæg og hvaða verkefni kannski myndu þá einkaaðilar og einkafyrirtæki taka að sér til þess að geta þá hagnast og þá erum við líka komin með þetta eftirlitshlutverk frá okkur og þannig að vakna alls konar bara spurningar það einmitt, þú veist, að bæði að halda í þekkingu og reynslu og svona faglega þekkingu hjá sveitafélaginu, geta elft hana og líka bara svona tryggja þessa svona lýðræðislega aðkomu kjörinna fulltrúa að geta sagt eitthvað þjónustuna sem er verið að veita og líka einmitt hagræðing og lægri rekstrakostnaðar þýðir oftast bara að það er þá starfsfólk sem að
að greiða fyrir það með verri kjörum. Það er náttúrulega að greiða fyrir, vitið það. Þetta alltaf í sorpi þegar við talum sem Nei, við vorum náðum í silfurverðlaun í því að vera með dýrasta matvöruverðið í heimi. Ég veit ekki hvort það er Sviss eða Noregur. Sviss, við öðru. Ég reiknaði að 7,7% dýrara í maturinn í Sviss, en lágmarkslaunin eru 44% herri. Já, einmitt. Þannig ef þú ætlar að hafa svona dýra mat, þá verður það að borga góð laun, svo fólk er aðnum. Borðuðu ekki bara súkkulaði og osta? Svisslendingarnir eru með hærri laun. Miklu hærri. Já, ég sé það. Það væri 650.000 krónur lágmarkslaunin ef við værum með það sama og í Sviss. Þannig við ættum að senda ykkur til Sviss og aðtöða hvernig þið náðu launum svona hátt upp. Ekki bara flytja til Sviss? Svo er það líka. Herðu, það hefur verið kosið til sveitarstjórnar næsta ári og það er spennandi kosningar. 16. maí. 16. maí. Það er hérna sumir flokkar eru í smá stuði. Ég held að miðflokkurinn ætli sér að ná fulltrúum hér og þar. Samfylkingin ætlar að festa sig í sessi sem sjálfstætt afl í sveitarstjórnum. Ég held að Garðabæjarlistinn og svona ýmislegt sem að þeir hafa tekið þátt í og Ísafjarðarlistinn setur endurskoðunar að þeir ætli og þá undir eigin nafni. Já, ég held að Viðreisn ætli sér að festa sig í sessi sem stjórnmálaafl út allt land með góðum árangri í sveitarstjórnum. Það er ekki alveg sömu sögu að segja hérna hjá ykkur. Einhver geti sagt að næstu sveitarstjórnarkosningar væru úrslita stund fyrir VG. Ef það næði ekki að festa sig í sessi núna þá er þetta bara eiginlega búið. Ekki. Ég er alltaf Formaðurinn talaði mögulegt samstarf við aðra flokka. Þú nefndir það reynda líka held í dagmálum. Þú ert í vandræðum en þú ert ekki ánægð með flokkiðinn lengur. Nei. Við vorum að hugsa að bjóða fram hið sanna líf. Já. Nei, en við VG er strangt að tekið í aðeins betri stöðu varðandi sveitarstjórnir heldur en Viðreisn. Við erum með fleiri kjörna fulltrúa út land allt heldur en Viðreisn. En Viðreisn er í uppsveiflu. En Viðreisn í uppsveiflu, vegna þess að við erum að sjá einhverja svona hægri sveiflu hérna. Og við vinstri eigum í vöku að verjast og höfum átt og þetta hefur staðið yfir í langan tíma svo sem Þetta er ekki bara síðasta kjörtímabil. En ykkar styrkur er í Skagafirði, Múlaþingi og svona hér og þar. Þeir eru ekki með góða stöðu hérna á Suðvesturhorninu, ertu ekki bara einn? Nei, er ekki í Garðabæ og Vinstri grænum? Jú, það er sameiginlegt framboð En ég er ein á höfuðborgarsvæðinu, jú. Og við mistum okkar mann í Mosfellsbæ síðast. Síðustu kosningum, þannig að ég allavega þarf að halda þessu flaggi hátt á lofti. Þið sanna líf. Við erum svo lausna með þar. Við erum svo lausna með þar. Nafni komið. Nafni komið. Já, það gæti alveg orðið töluverðar breytingar, þú veist. Já, verða það. Já, ég held það. Meina, þú veist, það er bara ekki Dóru Björt með ykkur, þá verða þið Bjarta sanna líf. Já, einmitt. Það er Píratar líka inn í þessu sem að mér heyri svona að vera einhverjar viðræður, að lesum það líka að sé einhverjar viðræður sameiginlega svona að bjóða mögulega fram eitthvað sameiginlegt eins og búið var að gera. Það er Pírati hjá ykkur í Kópavogi. Já, hún Sigurbjörg stendur sér alveg gríðarlega vel og það er því mikill missir af Píratum í Kópavogi ef þeir ná ekki inn þannig að hún er bara einn sá allra duglegasti bæjarfulltrúinn, ég veit bara fullir að hún er Egilsdóttir Já, öllu grínu gamnislega, hvað segir maður aftur öllu þá held ég að sé alveg eðlilegt að ræða bara hvernig við tryggjum félagshyggju í sem flestum sveitarfélögum, í nærsamfélaginu í þessu starfi, þá erum við mjög nálagt í rauninni bara því sem að íbúar eru að upplifa á hverjum einsta degi, þetta er þessi nær þjónusta þetta eru alltaf öðruvísi á þingi, þú veist, við erum í bara stöðu samskiptum við íbúa bara mjög fjölbreytt mál og ég held sem mjög mikilvægt að tryggja félagshyggjuna innan borgarinnar, tryggja að sjálfstæðisflokkurinn komist ekki til valda og þá þurfum við bara að vera heiðarleg og opin með það hvernig er hægt að ná því fram með þessum bestum hætti, hvernig er hægt að tryggja það og þetta er bara tíminn mjög fljótur að líða og þá þarf að skipuleggja sig vel en ég held að sé alveg bara eðlilegt að fara að ræða svona gott. En við megum líka alveg vera bara hreinskilin, þetta verður auðvitað prófsteinn á okkar hreyfingu. Hvernig við bjóðum fram Er það að tala um VG eða er það að tala um víða vinstri? Vinstri græn, ég er að tala um mína hreyfingu vinstri græn og við erum alveg smá löskuð og okkur líður alveg smá illa yfir öllu því sem er undan gengið. Þið byrjuð að ræða varandi frambóð? Já, mín skoðun er svo að við eigum alltaf að láta á það reyna að bjóða fram sér hér á höfuðborgarsvæðinu
eða sérstaklega í Reykjavík. Við getum alveg verið síðan í einhverjum blönduðum frambúðum víða. Það bara samtalið sem á eftir eiga sér stað eða í gangi. Það eru allir að sverma eitthvað staði fyrir einhverjum sko. En þetta verður prófsteinn á okkar hreyfingu. Þið náðu einu mann inn í nýjustu skoðanakönnunum? Já, við höfum aldrei mist okkar mann í borginni. Nei, ekki könnunum. Aldrei, og við erum eiginlega bara með svipa fylgi og við fengum sko. Og Sanna heldur alltaf tveimur. Náttúrulega fylgi sem bara 4%, það ekki gott. Já, það ágætisbjór. Það ekki pilsner. Menn steinlíkja því. Já, nei. Ég segi svona að það alltaf verið að líka eins og við pilsnerfylgið og eitthvað svona. Ég vildi nú bara vera glettin. Nei, auðvitað viljum við bæta við okkur og við eigum fullt erindi. Fólk veit hvað við stöndum fyrir. Mér finnst ég hafa staðið mig vel. Sanna getur kannski sagt af eða á það, en ég hef verið bara mjög lungið við að ná fram okkar áherslum Vinstri grænna. Þannig að Þið tóku ákvörðun að ganga inn í þennan meirihluta, eða taka þátt í að búa til, meðal annars líklega til þess að bara forða því að hér kæmi meirihluti Framsóknarflokks. Ég finn til ábyrgðar, já. Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks, Viðreisn ætlaði að vera með og Flokkur fólksins kannski. Finnst ykkur að hafa verið þessi virði að því að raunverulega munið ekki uppskera mikið á okkur 14 mánuðum? Mér finnst bara góð ákvörðun svo fyrsta sem við tókum. Ekki með þessu hugafæri. Ég er að spyrja ykkur, sko. Mér finnst bara góð ákvörðun þegar við vorum dálítið svona samhendar í byrjun eftir að meirihlutin sprakk að bjóða fram bara ákveðna svona sín og bara þau sem eru til í að vera með okkur í þessari vegferð. Mér finnst það hafa verið bara mjög ánægð með það. Það hefur gengið eftir svolítið sem að þið ætluðuð. Mér finnst alveg maður ná að gera, það hægt að gera ýmislegt á skömmum tíma. Hvernig myndu þið svara ykkur sem segir, þetta bara framlíking á þessum eilífa meirihluta samfylkingarinnar. Hvað breyttist þegar þið komuð inn? Ég myndi segja að það sé að tóa þetta meira til vinstri. Og sérstaklega með heiði farabróti. Það er bara staðreynd að þegar Framsókn og Viðreisn var í meirihluta, þá voru meiri líkur á að það yrði farið til hægri í ýmsum efnum. Þetta snýst líka persónur og leikendur. Skulum ekki gleyma því að pólitík snýst líka persónur og leikendur og hverju sinni. Þið verið rukkaður þetta, hverju breytir það? Því að þeir sem hafa verið að lappa upp á, svo ég tala nú eins og gagnrýnandi, lappa upp á einu eilífa meirihluta samfylkingarinnar, að þeir flokkar hafi ekki fengið góða útreið hjá kjóstum. Náttúrulega fyrsta sem við gerðum var að koma í veg fyrir hægri stjórn, koma í veg fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn ráði, koma í veg fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn nái að útvista, skera niður, hækka gjöld. Hann svo Theodor var að lýsa Sjálfstæðisflokknum rói. Og svo líka bara, þetta er sögulegt að það séu 5 flokkar saman í samstarfi og við erum með þessar félagslegu áherslur og við erum að vinna meira með verkalýðshreyfingunni, við erum að vinna meira saman hvað varðar húsnæðisuppbyggingu, við erum líka að vinna meira saman hvað varðar bara svona samtal, að einhvern veginn svona tala meira saman bara þú veist, eru til að ræða við okkur hvað við getum gert betur, hvernig getum við gert hlutina öðruvísi, við viljum til að fá ykkar öll. Þetta funda með fólki utan ráðhússins. En auðvitað finnum að aldrei þegar maður er komin í þessu stöðu, þetta er náttúrulega fyrsta skipti sem ég er í meirihluta og maður finnur alveg að þú veist þetta var aðeins öðru sem maður var búin að ímynda sér, það er ekki eins og eitthvað sé samþykkt og það sé bara orðið að veruleika næsta dag. Þannig að maður finnur auðvitað líka, þetta er bara, þú veist, þetta er stórt svona kerfi sem maður þarf að vera í. Það gengur hægt, en kjósendur eru óþolinmóðir, það er frægt. Kjósendur eru bara ekki til að gefa ykkur mikið tíma. En meirihlutin heldur. Samkvæmt nýjustu könnun. Já. Ég held að fólk haldi með okkur. Ég held að fólk treysti á að við gerum það sem við segjumst allir gera. Þannig að þið þórið að fara í sönd í heita bátinn og hitta fólk? Já, absolutt. En þetta var að Viðreisn var, er það bara Viðreisn núna sem er? Já, það er einmitt þessi umræða, við vorum náttúrulega eins og í Garðabænum og í Kópavoginum, þá vorum við svona blönduðu frambúðin. Það breyttist síðast? Já, eiginlega, já, síðast, allan í Garðabænum og við vorum náttúrulega, ég var náttúrulega partur af Bjartri framtíð. Já, sást á þingi fyrir Já, og svo buðum við fram undir svona Björt framtíð og Viðreisn saman og svo var þetta Viðreisn. Þannig að við höfum svona verið í þessari vegferð núna í setjastjórnunum að Viðreisn bjóði fram sér. Og sem víðast.
og sem viðast. Haldið að það verði ekki líka með samfylkinguna sem maður á að horfa til Ísafjarðar, Garðabæjar með það í hugafæri að samfylkingin ætlar að bjóða fram sjálfstætt? Ég hugsa það. Nú veit ég ekki sko... Forystu flokkur í stjórnmálunum hlýtur að vera. Já, akkurat. Þannig að það getur orðið líka breytingar í Kópavogi. Samfylking kom ekki vel út síðast í Kópavoginum. Mistu mann þar sko. Og hérna, ég fekk ekki góða kosningu en það gæti þá breyst núna og þá gæti, tala ekki með miðflokkurinn kemur inn og ég veit ekki með Framsókn og síðast var samfylkingin að mælast kannski með 10% á landsvísu. Nú eru þeir í 30%. Ég veit. Og svo komum líka vinir Kópavogs. Þeir komu og slóðu gegn. Helga Jónsdóttir sem oft kom hingað. Já, Helga er náttúrulega stórkostleg manneskja. Breyttu myndinni mikið. En bara svo, það er svo margt sem að getur gerst og ég, að því að nú hef ég farið í kosningar þar sem að flokkur minn var í ríkisstjórn í tvígang. Og það er leiðilegt. Það getur verið alveg drifleiðilegt. Þú veist, vegna þess að ríkisstjórnin þarf að vanda sér svakalega vel til þess að hafa ekki áhrif á sveitarstjórnarkosningarnar. Og það er líka bara einhver svona faktor sem við þurfum að taka tillit til. Hvað ætlar þessi ríkisstjórn að gera í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga? Ætlar þau algjörlega að klúðra þessu fyrir sínu fólki? Það er þá Viðreisn, Flokkur fólksins og Samfylkingin. Ætlar þau kannski að bara fara að selja Landsbanka? Þá held ég að dúppist niður við fylkið. Það var það sem að mín ríkisstjórn gerði. Kortir í sveitarstjórnarkosningar, fóru í Íslandsbankasöluna og það var ekki vinsælt. Og við fundum fyrir því í skoðanakönnunum að þú veist, fylgi bara tóka dýfur. Og líka sjálfstæðisflokkurinn sem taldi sig vera að sækja eitthvað sigur en þeir bara löðrung. Já, en engu síður var stærstur í borgarstjórn og við þurfum bara að veita þessu mikla mótspyrnu ef hann á ekki að komast til valda eins miðað við mælingar núna. Að þá þurfum við að hafa hátt, láta í okkur heyra, segja okkur að það er mikilvægt að við erum þarna og ekki þau. Og það sem að þarf alltaf að passa sig í þessu starfi og minna sig á hverjum einsta degi er að þó maður sé kannski að gera helling þá þarf maður alltaf að vera, þú veist, með annan fóti fyrir utan að segja frá því sem maður er að gera, vera sýnileg með það og ekki festast í einhverjum endalausum fundahöldum og fundagerðum. Og svo langar mig líka að segja að þetta snýst ekki sjálfstæðisflokkinn, þetta snýst hugmyndafræðans, þetta snýst pólitík. Þetta snýst ekki sjálfstæðisflokkinn. Ég er ekki pólitík til þess að halda sjálfstæðisflokknum frá völdum. Ég er í pólitík til þess að hugmyndafræði hans komist ekki vinnu. Ekki fá þá hugmyndafræði að borðinu í formi Viðreisnar eða Miðflokksins. Akkurat. En svo náttúrulega eru sveitarstjórnarmálin oft þannig að það, eins og við sjáum bara út á landi, það er eiginlega allir flokkar sem að geta unnið saman. Við sveitarstjórnarmálin eru svo 90% tilfella, þá eru við sammála hvað þarf að gera. En við erum kannski ekki alveg sammála hvernig það skuli gert. En það er alltaf bara samtal. Ég myndi segja að séu skýra línur að teiknast upp í borginni. Þú veist, það er hægt að fara, þú veist, þó að það sé svona kannski ýmislegt sem að getur verið sammála að tengist ekki endilega alltaf vinstri hægri, þá myndi ég segja að séu mjög skýra línur að teiknast upp. Viljum við fara til vinstri, viljum við fara til hægri. Og Framsókn sem ætti að vera miðjuflokkur, hann er bara að fara útmála sig sem eitthvað hægri afl og er sífellt. Hans sagði nákvæmlega það sama þú ætti að segja, nema hann tilhör sig vera hægra megin, hann tilhör að vera hlutur Framsóknarflokksins að koma miðflokknum og sjálfstæðisflokknum til valda. Akkurat, einmitt. Það er heimskulegt, finnst mér, en allt í lagi. Mér finnst það mjög undarleg, alveg jaft undarlegt og ákvörðun Framsóknarflokksins að skella sér í þetta málþóf út af veiðigjöldunum inn á þingi. Ég held að það sé mögulegum kjósendur Framsóknarflokksins séu kannski bara 20% af þessari línu, sko. Ég held að klóra sér bara í kollinum, sko. Vita ekkert fyrir hvað flokkurinn stendur. Og Þórarinn, Ingi Pétursson eða hvað hann heitir, Framsókn í norðaustri. Hann síðast yfir sig að hann búin að flytja flesta ræðurnar í veiðigjaldamálinu. En við erum búin að tala út okkar tíma. Ég ætla samt að rekja Sönnu með einni spurningu. Það er verið svolítið fréttir af því að það verið svona valdaskipti í stjórnum Sjálfstæðisflokksins. Þú varst pólitískur leiðtogi flokksins og sagðir af þér og lýstir yfir og ætlar ekki að taka þátt í innra starfi flokksins. Hver er raunverulega staða þín og að vera fulltrúi flokks sem að þú ert bara mjög ósátt við hvert stefnir? Já, ég held að ekki farið fram hjá neinum að ég svona með við stöðuna núna, þá svona sjáu ég ekki að ég og nýkjörnar stjórnir eða allavega fórist að þeirra stjórnagöngum í takt og eins og við höfum verið að ræða hér styttist í sveitarstjórnarkosningar og sumarið er að koma, þannig að maður þarf að taka dálítið ákvörðunum hvernig maður sjáu fyrir sér næstu skref. Ég allan að veit það að ef að borgarbúar treysta mig fyrir því og ef að félagið mínir treysta
mér til þess að halda áfram í borginni, þá vil ég gera það. Ég veit ég sósíalískur borgarfulltrúi, ég vil halda því áfram, en ég held að bara næstu dagar og vikur verði þetta aldrei bara að sýna það undir hvaða formerkjum ég sé þá fara að bjóða mig fram eða það áhugi fyrir því að ég gefi áfram kosta mér til setu í borgarstjórn. Ég hef mjög mikinn áhuga, mér finnst þau vera svona byrjuð á einhverju sem ég vil halda áfram að leitast þau að koma til skila í samstarfi við þessa flokkar, samstarfsflokkana mína. Þeir hugast ekki að fara í kosningabaráttu sem rekin og stjórnað af núverandi fórustu í Súðdalnum? Ég þarf aðeins að fá að melta þá spurningu áður en ég gef svar. En svo komið hérna option, hið sanna líf. Nákvæmlega. Hið sanna bjartalíf. Það verður eitthvað verið þessu. En hérna, þetta er búið gaman. Já. Líf Magnúsdóttir, Theodóra S. Þorsteinsdóttir og Sanna Magdalena Mörstudóttir. Takk ykkur að þið verið komuna. Takk fyrir mig. Og við ætlum að sitja eftir bróðir örstutt. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakarí, íslenskt handverk síðan 1834. Já, herðu velkomin aftur, við setjum hérna eftir, ég og Sigurjón Magnús. Hérna, þetta var svona tilraun svolítið í þessu þætti, að vera með svona kallaklefa og kvennaklefa. Já. Heldur það sé öðruvísi spjall? Það sem við skipulegum ekkert svona fyrirfram, þetta bara gerðist svona. Já, svona gerðist svona. Nánast, já. Já, þetta var náttúrulega sko, ég var að pæla í þessu á meðan þær voru hérna, að við fórum ekkert út í sko styrjaldarátökin og svona sem við þeim, eins og hvort það sé að því að það eru konur, ég veit ekki. Nei, ég held að það verið að því að þær voru sveitastjórn og þessu umræða var bara svo skemmtilega. Ég sá enga ástæðu til þess að vera bakk út úr henni. Ég er sammálaði með það. Þetta bara gerði sig vel og sumt af þessu var bara mjög upplýsandi. Ég reyndar með verkefni hérna sem er að hafa stofnað félag kvenna alþjóð og öryggismál. Og bara heitir hópur af konum sem hafa vit á þeim málum. Og ég ætla að reyna að fá þau núna hérna, það gekk ekki og það er bara þannig, ég veit ekki hvort það megi vera að segja það, það er erfiðar að fá konur af því það eru bara með meiri skyldur. Kallandi segir bara já ég kem og bara hætta við að gera það sem þeir eru að gera líklega. En konurnar eru bara með fjölþættari skyldur. En ég ætla að reyna að fá hérna svona kvennaborð að ræða hérna Íran og Ísrael og Gaza og Úkraínu og Evrópu. Það er hérna smárið sko
þetta er samt mjög breytt. Hérna áður fyrir þá var bara eiginlega ómögulegt að fá konur sérstaklega þurfti að taka mynd að þeim eitthvað sko. Þegar ég var að byrja í blaðamennsku, þetta var bara stundu bara mikið mál en þetta breyst alveg verulega mikið. Ég er búinn að vera lengi í blaðamennsku og það var verið að taka við mig viðtal en ég þurfti aðeins að fara að hugsa svona aftur og það nokkrar byltingar sem að ég upplifði. Ein náttúrulega tölvubyltingin sem bæði mér bara eins og Excel og ritstjórnarkerfi á blöðunum og svona gríða og þegar offsetið það var verið svona spaltar mæstu því sem var verið að skera á raðinn á síðunar og þetta bara allt í einu hverfur þetta og svo svo náttúrulega samfélagsmiðlanir og niðurbrot sterku svona efnaslegri yfirburðir fyrirbrigði eins og Morgunblaðsins og svona það bara hrynur og ég upplifði þann tíma. En eina stóra byltingur náttúrulega kvennabylting sem á sér stað bæði svona inn í fjölmiðlunum. Þegar ég var að byrja, það var alltaf ein kona á hverju ritstjórn. En þegar ég hætti á svona stórum ritstjórnum þá voru þær í meirihluta og það er líka það sem að var að því fylgdi svona breytt sjónarhorn og annars konar fréttir heldur en höfðu verið áður sko. Þannig að ég held að þessi eina stóru byltingunum í fjölmiðlum hafi verið aukin þáttaka kvenna og líka þáttaka kvenna sem viðmælenda og annað slíkt. Ég held að við séum alltaf í svona 50-50, ég held nú svona bókald þetta lengi vel. En við nú komum með næstu 1000 þætti þannig að ég misti eitthvað staðar þráðinn. En meir og minna hefur það verið þannig. Ef þú færir kannski 30 ára aftur í tíman, þá hefur það kannski verið næstu ómögulegt. Já, ég þessi rúmu 7 ár sem ég var með Sprengisand, þá hélt ég bókaldum þetta og það var yfirleitt alltaf 55-45. 55 kallar, 45 bara skoðum. Og mér fannst það viðunandi. En það er þannig að því að mér finnst það að vera núna, það sem maður situr eftir, er að það er auðveldra að fá kalla með skömmu fyrirvara. Og það bendir til þess að annarkvort eru kallanir svona sjálfsörugari hvort sem innistæða fyrir því eða ekki eða það sem ég var að reyna að vísa áður að kallar eru bara frjálsar í sínu lífi þeir hafa minni skyldur þeir eiga bara að þrífa bílinn þú tekur eitthvað svoleiðis en svo það átt ekki við alla kynslóðir þú ert komin í svona yngri kynslóðina og það til dæmis sko barnafjölskyldunar fólk á aldrinu svona 25 til 40 ára til dæmis vikuskammturinn sem er klukkan 4 á föstudagseftirmiddegi rosa erfitt að fá fólk sem er með svona barnaskyldur til að koma. Það er mikið að gerast á þessum tíma. Nei, það er bara auðveldur að fá barnlaust fólk til að koma þar. En þetta nú auka svona... Þetta er sem betur fyrr sko. En ég var svona dæmigerði sko, við fórum ekki að tala um stríði við þær en töluðum sko mikið við þá en það var, eins og við segjum umræðan sem að byrjuði með þeim konunum var bara fín og öðruvísi heldur en hefur verið. En það er kannski ástæðulegt að vera að endurtaka nema við séum bara í einhverju svona félagsfræðilegri rannsókn að vera með sama umræðefni í kallaklefa og sama umræði í kvennaklefa sko. Við vorum alltaf búin að veit sko klukkutíma í hitt áður. En það er smá munur og ég er með marga þætti hérna og stundum er maður með svona stærri hópa. Ég hef ekki verið svona með það sjónarmið að það eigi að vera sama blandan í öllum umræðum. Nei. Það eigi alltaf að vera 50-50. Það er mjög gaman að hafa bara konur eða bara kalla og alls konar blöndu á þessu. En eitt sem ég hef tekið eftir, að þið vorum að tala svona um þetta og ég veit ekki hvort að áhorfendur hafi áhuga á því, að því að við erum til dæmis 2 að þá ef við erum með 2 kalla og 1 konu sem gest að meðan finnst það stundum ekki gott. Nei. Það er eins og að því að það er þú veist það er bara kallar eru ákveðin okkur konur og margir kallar tala yfir konur og eitthvað fleira að það er ekki góð blanda. Nei. Ekki alltaf. Nei, en við gerum það stundum. Já, svo er það líka bara hvernig gengur að bóka hverju sinni sko að því fólki sem að við erum að búða til okkar því ég er aftur með reynsluboltana á miðvikudögum í Rauðaborðinu og þá hef ég mikið reynt að vera með 1 nýjan viðmælanda í hver sinn sko. Það er ekki alltaf tekist en ég stefna það að vera einhver einn sem er ekki áður komið fram í samstöðinni. Við erum með svona spjallþátt og ég held að sé eigi við marga svona þætti að þeir eru, ég held að það sé eigi við silfrið
Mér heyrðist að ætti líka við spursmál upp á Mogga að vera svo lengi sem að þingið En núna erum við búin að vera að tala að þingi geti verið fram yfir Ég skal að segja, bara í allt sumar. En ekki nenni ég elta það. Þetta Máls og Bergþórs og Fúlukrakkana, ég nenni því ekki. Nei. Og hvað ætlar að gera í staðinn? Ég veit það ekki. Við ætlum reyndar að vera með næstu helgi, ætlum við að vera með marathon. Við ætlum að byrja á laugardagsmorgni og vera með þjóðmálaþátt sem að kannski fyrir yfir alla nóttina og fyrir yfir tíman okkar. Við sjáum til hvernig það raðast. Þannig að þessi þáttur er. Já, en þá kannski höldum við bara áfram þannig að Synir Egils bara falla inn í marathon útsetningu. Við ætlum að vera núna með svona átaka safna áskrifendum. Við ætlum að köllum þetta Hvað kallum við þetta aftur? Við kallum þetta marathon málþóf til varnar fullveldi samstöðarinnar og ætlum að fá hérna svona alls konar gesti til þess að koma og reyna að halda út í þætti bara eins lengi og hérna okkur hérna við höfum orku til, vera alla nóttina og erum svona byrjaðar að bóka á þetta og hugmyndin svo að svona vekja athygli svolítið á það út af hvað samstöðin gengur að hún gengur bara fyrst og fremst fyrir þá sem eru þarna úti og vilja leggja okkur lið á því að halda það gangandi. Við erum ekki keyrð áfram af auglýsingum og við erum ekki með svona einhvern ríkan kall sem að fjármagnir þetta eins og er á við Moggan og ekki heldur erum við með svona stöðu, kannski svo viðskiptablaði þar sem að fyrirtækjaeigendur bara henda inn auglýsingafé þarna inni til þess að halda gangandi vörð fyrir sín mál og við erum ekki heldur með bændasamtökin eins og bændablaðið þannig að við ætlum að Við erum samt þetta bara eins og sjáðu sjáurútvegsspjalli sem að Grétar Marem með Það fer mjög víða Já, og það koma til hans gestir sem hvorki ég en þú hefðum boðað Ég veit það ekki. Já, ólíklega kannski. En svona almennt, skulum segja það. Og hann er hérna heldur uppi, sem sagt, spjalli sjávarútvegsmál og sem er svona mjög fínt núna og meðan veiðigjaldamálið er í gangi og þannig er náttúrulega hann er fyrirverandi aflakóngur. Og varaþingmaður núna? Já. En Grétar var eitt árið aflakóngur í Sandgerði það með báteldi sem hétt Reykjaborg. En hérna eru líka Brittsdóttur hérna, þannig að Brittsdóttir vilja að það aldrei áfram að hvetja þá til þess að gera starfskriftur. Þetta nú svona bara ég sá að formaður framkvæmdastjóri Brittssambandsins með hálskraga, hann hefur slasast. Hann kemur samt. Nikka hálsinn, meitir samt. Og hann kemur samt. Kannski er þetta veiki Brittsarana, af því að þeir hljóta að vera með svona, kallað eitthvað svona veiki sem alltaf að horfa niður á síman. Þannig að alltaf að horfa niður á spilið inn að það veldur álægi á hálsinn. Kannski var þetta þannig, ég veit ekki. Og svo líka að horfa á Anna líka andlitin á hinum spilurunum. Herðu, en við ætlum að vera með söfnun næstu helgi og við kannski fjöllum það meira þegar nær dregur. Það eru 1600 manns sem eru áskrifundur af samstöðinni og við viljum reyna að fjölga svona helst 500 til þess að fara yfir 2000. Já, þannig að við höfum svolítið öryggi í rekstrinum fram eftir sumri og fram á haustið. Þetta er náttúrulega að sömuleyti ótrúlegt að það sé til samstöðin. Og að því að við vorum að kveðja þá hafði Theodóra orð á því hvað væri mikil hlustur hún hefði komið áður. Ég heyrði konu segja það daginn að hún hefði farið oft í viðtal í RÚV og Bylgjuna og hitt og þetta. En það væri þegar hún kæmi á samstöðina, þá var fólk alltaf að koma til hennar og segja þetta frá því. Ég skal segja þér, ég ætlaði að hringi í þig, ég glemdi því svo. Ég var að fara í verslun, kaupa í matinn og þá varst þú að tala við Jón Gnarr sem ég er búinn að heyra við, það er meira og minna allt svona en sundurlausröð en allt leið ekki upp á það. Og svo þegar ég er að ganga fram hjá bíl og þar heyri ég að situr kona undir stýri í bílnum og er með og ég heyri bara út að hún er að hlusta líka á þetta viðtal og ég fer inn á versla og þegar ég kemur út þá satt hún enn
Þannig að hún gat ekki slítið sér frá þér og Jóni Gnarr. Það var eitthvað sem skammaði mig mitt fyrir þetta daginn. Maður kemst ekki inn í búð fyrir þessu helvíti og svona vera að sitja fastur og vilja halda áfram að hlusta. Komast ekki inn í búðina. En ég ekki haldaði fram að sé meiri hlustun á samstöðuna heldur en Rás 2 eða Bylgjuna. Nei. En málið það að því að samtali hér oft svona, við gefum fólki tíma og fólk oft að segja eins og til dæmis með Jón Gnarr, hann hefði orðaði eftir viðtalið að hann hefði aldrei talað svona föður sinn eins og hann gerði þarna. Þannig ég hvet fólk til þess að hlusta á það. Já, líka samtala móður sína, mér fannst það. Já, svo var það líka mjög áhugaverð mynd sem hann dregur upp á móður sinni. En málið að þó að þessu kannski færri sem að hlusta, að þá festist það meira inn í vitund fólks og þess vegna það þessi kona sem ég var að segja áðan frá sem hefur farið í sjónvarpið og útvarpið og Bylgjuna og allt þetta, að hún segir þessi bara meiri viðbrögð við því að það vegna þess að það bara gefin tími til þess að tala hlutina með öðrum hætti. Ég held að þessi umræða sameiningu sveitafélaga og tekjustofna og svona séu raunverulega áhugaverðari umræðum sveitarstjórnarmál heldur en að hefur verið bara... Og svo mótró og Kópavog sem að gera klárt fyrir borgarlínu. Það bara eru að byggja fyrir hana. Hann nú það. Það skrítið. Herðu, en það ekkert gaman að tala þingi núna, það bara leikrit í gangi. Það var reyndar ekki í dag. Nei. Þegar það var unnið það var ekki Það voru eitthvað fram á kvöldi í gær. Þau voru rosa ósáttir við það að geta ekki komist í messu. Já, vitnu bara í Biblíunum nánast. Já. En það ekkert meira þetta þing að segja það bara eftir að koma í ljós hver vinnur þessa störukeppni, fólki sem með málþófið eða hvort að meirihluta flokkarnir, ríkisstjórnarflokkarnir höggva hnútinn og komu þessum málum bara í gegn og gera þetta lögum sem allra fyrst. Þetta gott hjá okkur í bili. Ég ætla að þakka öllum gestur sem hafa hingað komið og Pétri Fjellstið fyrir að taka upp og senda út. Ykkur þakka ég náttúrulega mest, áhorfendur góður, sem hafi verið að horfa eða hlusta og breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Ég minni ykkur á eins og ég gerir stöðum. Það voru áhorfendur sem byggðu upp dreifikerfi samstöðuna bara með því að segja vinum á vandamönnum frá efni sem að þeim líkaði. Sumir benda á að það megi finna efni okkar á Facebook eða á YouTube og öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni Samstöðunnar og einstakra þátta. Við erum líka í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu sem næst alveg á sunnanvert Snæfellsnes langt upp í Borgarfjörðu upp á litlu kaffistofu út á Reykjanes þá. En þar fyrir utan það svæði má hlusta á Samstöðuna í gegnum spilarann. Það er spilari.is á netinu, svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar. Hvað sem er í heiminu, það sem er net, við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síminn. Þar erum við nú með 5 á fjarstýringunni, kannski ég veit ekki, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptum líka upp á efni frá Samstöðunni sem er einstakt, 24 tíma sólarhrings, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða í þessu þætti, Rauðaborðinu og öðrum þáttum Samstöðunnar. En það sem að drífur Samstöðuna áfram eins og við benda áðan sá hluti áhorfenda og heyrenda sem að hafa gerst áskrifendur. Það eru þeir sem að færa okkur afl til þess að halda út í dagskránni. Þú getur slegist í þennan hóp með því að fara inn á samstöðun.is, það er hneppur sem ástendur áskrift, þar getur skráðið fyrir 2.750 krónur sem er grunnáskriftin, sem mér sagt að sé hlægilega lágt verð með það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagi og það er alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðuna. En þetta er orðið gott í bíli. Ég verð hérna aftur annað kvöld klukkan 8, þá er Rauðaborðið. En ég þakka ykkur fyrir og óska ykkur bara góðrar helgar það sem eftir er af henni. Takk fyrir í bíli.